Já, missið það því, það var ógeðslega fyndið sem ég ætlaði að segja. Það var svo fyndið að það má ekki koma í beina, það var svo fyndið sko. Þú getur ekki heyrt út þarna hlæða svo mikið sko. Þetta er komið. Þetta er komið maður. Og fólk var að segja að þetta er erfitt fyrir þig. Herðu, þá vorum við... Finnir þú þetta ekki líka það? Ég er ekki að sjá þetta koma inn, nei. Live. Er ég að fokk upp síðustu keppninni? Er ekki að það... Verður þið ekki bara að láta að vita að það sé eitthvað fokk upp í gangi og þið þurfa aðeins að hitta upp lengur? Jó, að þú veist... Ég sé þetta live hérna hjá... Jó, Hillibilli er mættur í chatið, sko. What? Akkur er þetta ekki komið inn í mér? Herri, já, Hilmar, þú ert fyrstur kvöldið. Hann á þetta þinn hjá mér. Næs. Já, ég var komið með hnút í magan, sko. Ég segi, það er fólk sem er að segja þessi vitlýsingur, sko. Nákvæmlega, það hefur bara það er ekki rétt. Það hefur hálfrátt fyrir sér, það er bara alls ekki rétt. Bara mjög meðalgaðar. Velkomin Hilmar til Þýskalands með okkur Hreggvið. Það er gott veður í dag. Það er gott veður í dag. Allir að vera vonsamt. Varstu búinn að kíkja eitthvað á hérna radarinn? Nei, þeir resetta lobbyinu hvort þeir. Já, veðurspáin er ekki gild sem ég kom með þetta á hann. Já, varstu búinn að kíkja eitthvað eða? Nei, bara hvað segir það svo þetta lítið vel út fyrir okkur. Já, ok. Við erum allt á hreinu. Við erum nefnilega með allt á hreinu. Hérna... Kaldi er komið nýtt livery. Herru, það er það sem að... Það sem við erum að horfa á núna. Þetta er litritt og flott, ég er að horfa á hann Óla hérna. Já. Ívar ennþá sama. Ási er komin á gamla góða. Það er ekki að flengja þetta það. Binni skramættir, hann er vel að vinna spátarskeppnina þetta skipti. Góð aften. Nei, hann verður alltaf unni spána. En það? Já, nema nokkru sinnum. Já, fyrir utan þarna í síðuskiptin. Já, en annars hefur það verið. Tæknistjórinn með allt á hreinu eða þýskuna og... Já. Hvað segir tæknistjórinn hljóðið þegar hann sáttur? Já, við glimtum að spyrja út í það. Hvað hérna... Þetta er reynda rétt. Sæll Arnar Freyr. Góð kvöldi. Blessaður Atsari. Þetta er ferskur. Það heyrist vel í báða. Gott íslenska, Hilli tala. Já, hann er betrið í þýskunni. Hann er betrið í þýskunni. Herri, ég hef sjaldan verið betri. Ég er að búin að mango í þessu góður. Og eftir smá, þá verði ég enn betri. Þetta var kaldi. Þetta var nefnilega ískaldur kaldi. Það hljómaði þannig. Kvöldi Binni. Ég samrýkist með Gerdæðin. Þetta var sárt að sjá þig ekki ná í þriðasendið en sætt að sjá minn mann Sæla halda þriðasendinu. Þrátt fyrir hetjulegt effort frá þér. Það var svona róð samloka. Tala vel um hann, tala ítlum hann, tala vel um hann. Já, þetta var svona, mér er gaman að segja, kalla þetta svolítið backhand throws. Já. Þegar síðan kemur höggið. Herru, nei, allar í guðan að verðum, endur að koma með spá. Já, hérna, Hilmar endilega komdu með hérna formatið sem við viljum. Og bara svo ég viti að þetta er loka keppnin, þannig að það er stæðist í vinningunni til þessa. Já, við viljum fá, Hilmar veit þetta alveg, við viljum fá tímatökurspá. Brynjar, þetta skiptir þér engu máli, ég var ekki með. Það var að geyma þessi rús. Harðar, það þarf ekki að gera. Nei, þetta er bara að þú vilt, skilur við. Bara að þú vilt vera með.
Þú getur alveg fengið velunin líka. Það eru bara starri og við setjum tíma með líka. Herru, Ívar, stopp út á braut, er að bila þér? Það eru senur. Það eru senur. Ívar greinilega ekki með í kvöld. Jú, ok, hann er komin í pitt. Þeir eru byrjað að laga bílinn. Það hefur klikkað. Hérna, er allir með í kvöld eða? 14. Finnst það? Já, þá er allir inni. -1 var ekki ykkur að láta sig hverfa þarna. Kemur áttur. Það er ekki. Menn eru ykkur féluleikjum. Herru, við erum hérna. Það eru 4 mínútur í tímatöku. Það eru 15 mínútur á þessari löngu braut. Eins og margir eitthvað heyrðu þá hérna. Það var Gunni með mjög skemmtilega staðreyndir brautina í gær. Hann byrjaði vantarlega á staðreyndinni að brautin er löng. Nú? Já, og síðan sagði hann mér hversu löng hún var. Eða er. Já, endur þetta endilega. 25 km eða eitthvað. Og síðan sagði hann mér hérna hvað eru marga beygjur? 75. Það gæti ekki verið rangara. Nei, ok. Það eru 170 eða eitthvað, ég man það ekki, hérna tjattið á með þetta í gær. Já. Staðarinn í Nürburgring, það er nú örgulegt að finna ykkur góðar. Það eru Binni að segja 6:29.9 Óli. Já, það fyrsti, en ekki það, við jökuldi núna 6:38, ég meina. Hvernig ganga tímatökuna fyrir sér að líða þessu, þetta er löng braut. Já, þetta er eiginlega bara one shot, sko. Já. Það er svoleiðis. Já, það er kannski bara fyrir bestu, það er nóg að horfa í kringi þessu. Svona í þannig, það er allir á fullu plasti, þetta getur að vera hættulegt að. Já, það er korter þannig að menn ná, sko, útring, einu ring og svo náður ekki hérna, öðru ring, sko. Nei. Óli Jökull Jóhann, hvern Jóhann ertu að tala og ertu að tala í tímatökuspá eða hérna kettisspá? Þarna Hilmar Kemur Hilli hann bjargar þessu. Gott að hafa hann eða Jóhann Ingi Tippi King á 15. ring. Já. Sko, hraðasti hringur í gær kom hérna á Vá. Það verður bara heiðarlegur. Vá. Ég tekur ekki til það, sko. Nei, sko, mér finnst skemmtilega að lýsa með þér að því að hérna þú ert allra fyndari, skemmtilegri aðeins Gunni orðið á þetta, sko. Aðeins myndalegri. Ég er að hugsa allt sem þú segja, ég er að hugsa það sama. Og hérna það er ekki að vera meira, þetta er bara allt. Nei, svo, já, ég er með fleiri. Ég ætla bara að láta þér eiga þessi í bili. Ef ég er að lýsa aftur með Gunnar, þá er ég að fara að segja það saman hann, sko, hann að. Já, þú og það. Heyrist þegar ég sé að borða mango? Nei. Það er gott. Herri, munum hérna, ég ætla að klikka hérna á að sína öll skilaboð, ekki bara vinsælustu skilaboðin. Já. Já. Fokkaði þessu upp í gær og hérna. Mistir af mörgum góðum. Herðu, ég veit ekki bara komið að þessu. Tímatöku. Er Arnar að reka mig? Sér þetta? Arnar er að reka mig. Það er bara búið að ákvæða þetta. Greinlega. Mér bara lýsir það eftir öðrum sem er tilbúin að vera með mér þetta næsta ári. Hansó, kvöldið. Það vant að spá frá þér, takk. Hansó, það er flott að fá spá, já.
Hann ætti nefnilega að vera með inside scoop. Erum við ekki byrjaðir? Við erum byrjaðir ekki. Gunnar Ágústsson fyrstur út á Renault. Út á ráðin Hilli. Hilli með rekka þá, það hef verið að reka mig greinlega. Já. Þú máttir hika, sko. Þú fær að vera tæknistjóri. Já, það tekin uppbytturinn fyrst náttúrulega, þannig það ekki mikið stress á okkur. Hérna, veistu hvað ykkur að beygjar heita? Nei. Þetta flugplats, hérna, sem að Gunni á. Já. Sko. Hann heitir ekki Nosselbroth lengur. Hann heitir Ólafur. Það Rýbrand. Það Rýbrand. Nosselbroth. Það var enda mjög flott. En mér fannst það miklu betra. Gunni, hleypir öllum. Já, hann að reyna að vera í gangi? Það bilaður bíl. Það bilaður bíl. Það bilaður bíl. Nei, hann komin í gang. Já, þetta var mjög furðuleg hegðun. Ég ætla bara að segja það. Þá fyrir við á Ólaf. Hérna Binni Skrami með Óla, Jökull og Ibba King. Síðan Hansó með Óla, Jökull og Ívar. Núna ég farin að halda að þetta verði bara staðan og þeir viti eitthvað sem við vitum ekki. Já. Já, Arnar búinn að ráða mig aftur. Ég greinilega ekki rekin. Sorry, Eli, þú aftur í tæknistjórinn starfið með því. Þeir segja í staðrindabakkanum Núrberglinga að það er draugagangur hérna. Það? Já, þessi kona sem klæðist hvítu sem að birtist þarna á mótnana í þokunni og reynir að húka far með ökumenni sem að gera þarna, snemma á mótnana. Býttu, ég ætla að aðtöku hvort hún sé inn í ykkur bíl þetta. Sérðu Jökull? Sérðu liverið á Jökli? Hvort með það? Ég ætla aðeins eftir að fyrir ekki. Já, hann komin í meistaralíðina. Svona á að gera þetta. Hann með báða byggarana, framan og aftan á bílum. Þetta bara almennilega að gera. Hann gæti ekki nutta þessu meira. Svona á að gera þetta. Svona gera bara meistarar, svona geta bara meistarar. Það svoleiðis. Farþegarsætið hans tómt samt. Svona, þegar út í það farið. Hann samt ennþá bara með bláan hjálm. Ég held að hann yrði með gullitaðan hjálm. Já, þetta svolítið illa að gera, svona, eins og hann ekki hugsað þetta í gegn. Við erum að ræða þetta við hann eftir. Já. Lesum Binni var að segja. Síðasta vinstri beygjan fyrir uppbrekkuna á langakaflan. Ég veit nákvæmlega hvað hann að tala ég veit alveg hvað hann að tala það? Nei, ekki alveg. Nei, að segja þarna, þegar við erum að keyra fram við hann. Já. Þetta mjög flott lífur í honum. Við þurfum að vera svolítið á tánum þegar langa uppkaflan flattað. Já. Í gæjanum hana. Já, þetta rétt fyrir hana, já. Já, þetta það sem tónlistin Já. Já. Erum alveg með þetta. Við erum með þetta. Herðu, hver var Hansó. Hann var að segja að þetta var qualifying. Óli, Jóhann E og Jökull. Oliver, gott nafn, góður maður. Já, Breivir í korner þarna einhvers staðar. Góður, Hilmar. Hvar var ég? Já, Oliver gott nafn, góður maður. Óli, Jökull, Jói. Hvor Jói?
fínt að hafa þetta bara svona opið. Hvar Óli staddur? Óli fremst. Þetta að gerast. Þetta að gerast. Hörðu. Ég að taka eftir hérna, Davíð Adams ekki með hérna lánsliverið ennþá sem að hann og Jói voru að deila. Jói menn að deila eitthvað? Herðu, og Jói búinn að droppa hinum eru senur. Drama sem að við tveir vitum ekki af. Það ekki sagt okkur á þessi? Nei, þetta las ég ekki á Twitter. Við þurfum að fá... Já, Rekin og Jamma, stóra þessi með hérna. Greinilega. Þetta það spurningamerki við þetta, en við getum ekki staðfest þetta. Nei, við getum ekki staðfest, en... Já. Kannski í næsta update bara malbygna véla sem að við getum bara græða þetta sjálfur. Þetta að vera að gera sig það? Já, þetta styttist óðum. Þetta? Það var svolítið spenntur fyrir því að menn komast í línuna. Já, fylgistu með hérna. Sjáu þið. 1, 2 og byrja. Hringurinn byrjaður. Davíð hérna. Það þarf að fara í gegnum fyrsta hringinn með okkur. Já. Ég fer inn í bíl hjá Óla. Ég ætla að fara í farþegasætið hans. Ef ég væri klæddur í hvítt núna, þá væri ég tæknilega að sé draugurinn. Þetta er draugalegt. Herðu, hann að beygja núna. Síðan beygir hann í hináttina. Þetta er glæsilegt, aðeins på kant, flott. Fer upp hérna mini-flugplats. Niður brekkuna. Upp flugplats. Var þetta flugplats? Já. Já. Það menn, ég fylgist þetta með aftast, menn fann að hægja vel á sig til þess að búa til smá bíl. Já, flott. Það eitthvað sem þú vilt hérna, þá var það mikið bíl. Mikið pláss. Engir búin. Ekkert vesenleitt núna. Nei. Það verður rosalega stutt á milli Dotta og Ása sem ég spyr. Nei, Dotta er nú bara að hægja vel á sig hérna. Það er flott. Það gleður mig. Við komumst að því í gær að hérna, ef að 85% áhorfanda kommenta hérna rigninga-emoji, þá hækkaða líkurnar á rigningu 0,4%. Guðan að vera, við viljum fá rigningu í þetta. Já, það viljum við. Já, mér minnið að Óli hafði sagt mér að eftir síðustu keppni að hann hafi verið fremstur í fyrra og það kom rigning þegar hann keyrði fram hjá pitinum. Það er alveg verið brekka, sko. Það er rosalegt. Það 10 mínútur á til að kemst að fyrir pitin, sko. Sjáu þið vini okkar inn í kommentakerfinu. Þeir eru allir að kommenta. Ok, 3 af þeim. En, já, ok. Þetta eru vinir okkar. Þetta eru vinir. Ég átti nú von á Hilla fyrstum. Hann er að koma með eitthvað rosalegt, sko. Okkar maður Arnar komið með þetta. Binsarinn, Hillarinn. Ekkert svona, engin mistök búin að vera svona sem ég sé. Nei, ég þetta bara á Óla, sko. Sorry, ég skal hérna. Já, ég læt bara vita ef ég sé eitthvað sem að... Ok, þá ætla ég að fara aftur inn í bíl hjá honum. Ég ætla að vera núna í bílstjórasett. Ég ætla að vera hérna í bílstjórasetri hjá honum. Næsta vinstri, já, við erum svo seint að eftir Benjamin. Já, við erum... Já, ég held ég vitið hvað beigja þetta er. Þetta er hérna vinstri beigjan sem er hérna uppi. Já. Sko, mér líður eins og ég sé að keyra með honum Óla. Ég og Óli erum núna 1. Það var
betur að vera kannski mjög ökli og vera allavega meistari. Já, þetta þurfti að skemma fyrir mér. Já, fyrirgefðu. Næsta ári, þá verður Óli meistari. Við erum bara að keyra þetta helviti vel, það er bara ekkert drama að sjá, þannig að... Hver er aftastur? Var drama þar, eða? Já, Ingi var að... Já, það ekki, ég mista því náttúrulega. Þannig að við farið aðeins út að snúða bílnum eða eitthvað. Sá hann nefnilega að vera svolítið... Hann sneri svolítið furðulega með við brautina. Svo reyna að taka þetta í bakkir. Þá hringur ónýtur, eða svona, þá er Maggi Ingóls að snúða bílnum í 13. sætinu. Æ, það er ekki eins og nóga neitt í greið. Veitu, ég ætla að fara hérna Hann yfir... er bara fastur í braut. Næ ég replay af þessu? Já, ég næ... Sjáu þið. Það fer aðeins út á kant bara. Fæ skemmt. Þeir eru grimmir kantanir. Já, þeir eru grimmir. Það má eiginlega bara þannig til að grípa það á búið. Herru, nei. Við erum ekki búin að aðtuga lobbyinu ef það er að resetta eftir kvóli, þannig að það tekur ég ekkert að resetta. Nei, að tjekka því. Að öðru þá má chat endilega bara kjósa það sko, hvort að við eigum að vera upplýstir það hvort að sé eitthvað rikning í kortunum eða hvort að þetta komi okkur jafn mikið óvart á hinum. Já, það er reyndar skemmtileg pæling. Já, við gerum það í gær sko, vorum ekkert að tjekka á þessu. Það er alveg gaman að vera ekkert að pæla í þessu sko. Og svo bara allt í hennu bara eitthvað rigning maður! Það er hystería sko. Já. Það er Jökull hérna. Býtu. Davíð hefur gert ykkur mistök. Agnar er komin alveg í skottina á hann hérna núnast. Já. Hann Agnar græðir á þessu. Sjáu þið. Hann er bara í full on drafti hérna. Það var gott slipstream. Herru, Óli. Ég fyrir Óla. Alveg að klára ringið sinn. Alveg að klára. Hvað var binni með þetta? 6.31. Fyrir við aftur á hann David Adams. Hann hefur gert eitthvað. Binni var með 6.29.9 og hann Hilmar var með 6.28.8. Agnar er öðru sætinu. Já, Haukur er næstur yfir 6.35. Fyrir upp í þriðja. Ívar næstur. Í síðustu beigjunni maður. 6.36, stór mistök í síðustu. Jói næstur. Flott. Upp í þriðja. Ég fer á sjöunda. Það er hann Jökull hérna. Hann er 1.4. Það er nú ekki. Það telst nú kannski ekki mikið á þessari braut. Nei, en það er samt töluvert hérna. Góður tími. Ég sá ekki hvert Gunnar fór. Fór hann upp í 5. Hann er á, já, hann datt á milli. Hann er í 4. Jó, Egils í 3. Get hinn. Gunnar er dottin í 5. 7. Andri Ási var komin upp í 3. Ási. Doddi næstur. 11. Maggi. Já, hann og Ingi eru alltaf ánýttur ekki. Já, þeir sneru. Það er
er búið að verma síðustu sætin. Hvað segir þetta okkur í slagnum 7. sæti? 7. sæti. Jói Egils og Ívar er að berjast þar. Jói Egils hérna í 4. sæti meðan Ibbi King í 9. Þetta lítur mjög vel út fyrir hann Jóa. Ívar þarf að fara upp nokkur sæti til þess að berjast í þetta stóra 7. sæti. Já. Hvernig þá, já, það sé ekki. Fallsætið, sorry. Þá Agnar í 5. og Maggi í 14. heldur. 13. Hann 13. Já. Þetta það brekka fyrir Magga. Fyrir Agnar. Það verður að viðurkennast. En Ingi í 10. sætinu 41 stig, hann að ræsa aftastur. Já, hann hvað 2 sætum fyrir ofan fallsæti. Já, hann í 10. og það var helviti. Það svo ekki blótið, það svolítið brekka. Það þarf ekki mörg stig til þess að komast á þeirra. Nei, hvað þarf Maggi að vinna mörg stig á Inga? Maggi þyrfti að fá 8 stig. Það svolítið mikið en það hægt. 8 stigum þá meira en Ingi. Já. Já, það það voru jafnir í rauninni. Já. Það brekka. Já. Herri, Jökull tekur þá pól á 6.30.494. Það enginn að taka þessi velun. Nei, hann bara að láta vita. Hann komið látur. Hann mætti í þessi keppni líka. Já. Okkar maður Jói Egils í 4. sæti. Þessu tökum við fagnandi. Já, þetta lítur vel út. Hvað heldur þú með honum eða Ívari í bardaganum 4. sæti? 7. sæti? 7. sæti það náttúrulega eitt stærsta sæti hérna í þessari keppni. Frábært sæti. Ég myndi málið að Jói tók annað sæti þetta fyrir 2 keppnum. Já. Og Ívar hefur aldrei komast á pall. Nei. Það nú gaman að sjá Ívar fór á pallinu og hirða þetta sko. Hann á hann inni. Hann búinn að bíða eftir þessu reysi. En ég veit nú satt fyrir víst að Ibbi King á sigur í úrvalsdeildinni. Já, hann með þetta í sér. Hann með þetta í sér. Hann hefur þetta. Hann getur þetta. Hvað segir chatti? Hver spáði í 7. sætinu? Já, við verðum að fá spár frá chatti. Hver vermir 7. sæti í lok þessar keppni? Stóra 7. sæti. Slökum á neikvæðinni, Hilmar. Við viljum jákvæðinni. Þetta nú oft samt svona merki góða keppni eða góða braut. Já, það svo sem rétt sko. Hvíl í friði þeir sem hafa fóru það. Förum aðeins yfir þetta. 7. sæti í heildakeppninni. Já, í heildakeppninni, já. Förum yfir þetta. Jökull tekur hérna 1. sætið með 6.30.494. Aðrir gera verð og byrja þá aftar. Við erum með hérna 5 Lexusa fremst. Þá keyra Jökull, Ólafur, Andri, Jói Egils, Agnar. Síðan einn Renault hérna í 7. sæti. Og 2 Porsche síðan fylgja, Jóhann Ingi og Haukur Ingi. Ívar fylgir því eftir á blaðsíðu 2 á BMW. David Adams á Lexus, 10. sæti. Doddi á AMG. Ási á Lexus. Verður með 12. sætið. Síðan Maggi á AMG og Ingi á Porsche. Byrja þar síðastur. Hann svo, það bara þannig 7. sæti, Club 7 sem þetta snýst allt í kvöld. Já, þetta bara eins og allir í fótbolta heiminu vita, þá hérna 7. sætið besta sætið. Herðu, maður sjá hér. Gunnar Ingi sýnist mér að láta sig hverfa. Láta sig hverfa?
Hvað þýðir það? Það þýðir að 8 stig fyrir Magga jafnar hann. Já. DNS. Ég veit ekki hvernig það virkar. Það er kannski betur að þú farir yfir það hvort að hann myndi fara áfram á jöfnu. Já, förum aðeins yfir þetta hérna. Sko, Ingi er hérna með 42 stig, tótalstig og 41 gilt. Þannig að þessi hérna keppni, já þannig að hann enda tímabilið með 42 stig. Já. Ég veit ekki alveg hvað menn fá mörg stig fyrir hvaða sæti. Ég er með engu móti búinn að koma inn í það. Chat verður eiginlega bara að hjálpa okkur til með hennar reikning. Já, Jón, láttu þá heyra það. Sjáum við hérna, endar þessi maður í 7. eða 8. sæti í kvöld. Þetta er svo stórt Club 7, Þetta er bara... það vilja allir vera í Club 7. Já. 7. sæti það er eitt af þessu mikilvægi. Já. Ég veit það fyrir víst að hérna hann Jói ætlaði að vera með gull yfir í fyrir 7. sætið en hann var bara ekki með það staðfest. Nei, þetta er alltaf keppni, þannig að... Kunni ekki við það, þannig að hérna... Jájá, það er bara eins og það er. Sjöunda sætið, það er heldur. Braut. En svo megum við ekki gleyma líka þetta 4. sætinu, það er nú svo sem líka bara átt að fara, en... Ég veit ekki alveg... Já, það er heiðurinn í 4. sætinu, en það er nú... Það er stórt samt. Já, það er svona... Ég flokk þetta þannig, sko, þetta er 7. sæti, 4. sæti, 1. sæti. Já, þetta eru stóru 3 sæti. Já. Og við erum búin að finna út 1. sæti, þannig að það þarf ekki það. Við þurfum ekkert að pæli því meira. Hann, Jökull er búinn að fá allan þann tíma sem að, hérna... Hann þarf. Sjáu þið hérna... Sjáu þið tjattið. Nei, sjáu ekki tjattið. Hann hérna... Ólafur, maðurinn með stóru samviskuna, hann var að láta vin sinn, Gunnar Ágústsson, vita að hann var á softdekkjum. Svo hann myndi nú ekki óvart byrja á softs. Þetta er fallega gert. Er pláss fyrir svona í samkeppni? Já, ég meina maðurinn er í öðru sæti, þannig að... Já, kannski var þetta líka bara til að komast inn í hausinn að láta hann vita að hann er ekki hræddur. Já, þá ræsir hann kannski á millörðum og hinn er alltaf á... Já. Hann er kannski bara að vera að ræsa á Inders eða eitthvað. Hilmar, þetta er mjög skemmtilegt. Flestu bílarnir sem hafa verið á braut á sama tíma voru 224 árið 2007. Á þessari braut? Á þessari braut. Veit hann eitthvað hvaða bílar þetta voru? Nei. Örugglega fjærðardekja bílar. Einhver Opel. Já. Það er rosalega magna bíl minna. Það er mjög mikið. Þetta var greinilega fyrir kreppu. Það verður gaman að vera fastur í trafík þarna. Já. Það er alltaf bara... Ég er bara fastur inn í bílnum hjá Jóhanni. Þetta er laglegu Kangoo sem þú hefur verið að leika þér á hana. Já, ég er með þetta hérna... Milwaukee bílinn. Ég er með þetta hérna Milwaukee bílina því að verkfærastalan eru diggir stuðningsaðilar okkar. Svona sýni ég hérna... sponsan okkar. Já, þetta er flott auglýsing. Já, þeir ringdi í mig prívat og persónulega og sögust vera ánægði með þetta.
Er þetta þessi rauði djöfull sem við talum? Nei, það er hérna... Já, ég ætla ekki að segja þetta. Þá ætlum við bara að starta þessu. Jeps, ég ætla að koma mér hérna í 4. sætið. Ég fer aftast. Jæja. Þetta fer vonandi bara mjög skemmtilega stað. Þá erum við byrjaðir. Núna. Gott start hjá flestum. Betra start hjá Gunnari en hjá Agnari. Hann fer fram úr. Þetta er nokkuð ljóðlagt bara einn aftast. Já. Maggi fór svolítið hægt á það. Fór hann? Já, en Dotti hann gerði sig líklega við Davíð, en klikkaði þetta aðeins. Ok, ég er rólegur í röðinni kannski ekki. Má smakka niður þetta. Það fyrstu beignar eru svolítið erfiðar hérna í byrjun. Dotti hérna er á David Adams. Er ykkur barátta fremst, eða? Í 7., 7. og 5. sæti er svona það sem menn eru mest på lögum. Fer á Agnar hérna. Það er nálægt orðin, það er erfitt að taka fram úr í þessu fyrir þetta. Já, það er það. Ég ætla að replaya hérna startið snöggast. Og fá fram úr eftir Gunna. Já. Sjá Gunna hérna. Já, þetta er bara klassískt hérna Renaultinn fljótur á stað. Sorry. Vel valið, það er á Renault, er það skýði? Já, en er ekki Renaultinn að fara skemma fyrir honum þegar komið er að beinakamlunum? Það er kannski erfitt að halda þessum bíl fyrir aftur sig, já. Já. En menn þurfa að halda sig frá nálægt honum, það er alltaf... Það er mikil barátta hérna. Davíð Adams, Dotti og Agnar. 9., 10. og 11. Nú er bara að sína ræðir og taka fram úr einhvern. Þetta er ekki konga 7 okkar, en þetta er góð sæti einhverja síður. Ívar þarf að fara að... Já, heyrðu spurt, það er alltaf fyrir að endur koma hjá Jóni í haust. Spyr fyrir vinn. Ég, hérna... Það gæti verið. Það er möguleiki, miður möguleiki. Herri, já, Bergur, hann Ingi fór rétt fyrir reis. Hann hérna... illa æfiður og svona og hérna... Já, þannig að hann stakk af og óskaði mönnum góðs gengis. Þannig við kveðjum hann bara og hérna... miður möguleiki, já. Nú þarf Ívar að fara að sína sig, það var alltaf að eiga upp og tjens á þessu 7. sæti. Já, Ívar verður að fara að gera eitthvað fyrir þetta 7. sæti. Hann færi þetta ekki frítt. Nei, þetta verður ekki gefið. Jú, er að keyra hann eins og Herfóringinn í 4. Já. 7. sætið hefur aldrei verið frítt og hérna... Og ætlaði sé ekki eitt erfiðasta sætið í mótinu. Til að taka. Það er erfitt að stilla sig upp fyrir það, sko. Já. Þú verður að vera skipulaður út tímabilið. Já, í rauninni. Reyna ekki á mikið og heldur ekki á lítið, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, 1. sætið er ekkert val, þú bara keyrir hraðar en hinnir. En 7. sætið... Ívar er byrjaður, hann er byrjaður. Já. Hann er komin upp í 7. sæti. Já. Hann er með hugan við þetta, hann veit alveg hvað er undir. Já, hann er að hlusta. Hann greinilega búinn að fara vel yfir hvað þarf að gerast. Sjáu þið. Hann blikkar hann líka. Hann blikkar hann Haukar og hann tekur fram á það. Já, ætli hann hafi ekki sýnt honum putta líka í gegnum gluggann. Það sýnir hver. Annars voru þetta bara afskaplega, þetta var bara mjög fagmæðslega gert. Já, og fröngur braut, þá var þetta bara vel gert það. Það var mjög vel gert. Greinilega að æfa þetta. Á næstur Jóhann Ingi. Við vitum Andri, Már og Óli eru alveg... Já, þeir eru liðsfélagar. Já. Manstu ekki þegar við vorum á hérna Trail Mountain?
Jú. Ég er ekki viss hvort að þeir eru skilið airtime hérna. Mikil vonbrigði, en svona er þetta. Mikil vonbrigði. Jóhann Ingi og hérna Gunnar. hratt á þér. Heyrðu. Nei! Ívar! Ívar, ég sá það bara núna. Hann er dóttur út. Ívar! Nei, Ívar! Hæ? Hvað gerðist? Hann er bara dóttur útkalli. Þetta gerðist hjá honum síðast í Austurríki. 7. sæti. Þá dettur hann út. Er þetta aftur sama? 7. sæti er bara og eins. Það er bara, það er ekki kenni. Þetta eru fréttir. Þetta eru senur. Hvað gerist? Verðum við ekki að endur þessa keppninni eða eitthvað? Maður er sleginn. Herðu, mistök hjá Gunna. Hvað gerðist? Gunni bara leipur öllu fram á sig. Það voru eitthvað mistök hérna. Já, nú er orðin Replay! Dótti tekur 8. sætið á honum Haukinga. Sjáu þið? Já, ég held að sjáum bara. Já, Gunni bara bremsar ekki. Hleypir Jóhanni fram á sér og lokar á Hauk! Hvað er að gerast þetta? Já. Agnar er næstu öðru sem fer. Hvað er í gangi? David Adams er að fara að taka fram Agnar hérna núna. David Adams, 7. og 7. Já, besta sætið. Nær innilínu hérna, já. Já, þetta er unsafe entry. Hvar er Ívar? Ívar! Þetta hann er. Ef einhver er svöktu núna. Nei, Ívar, hann er komin í tjattið. Ívar! 7. sætið. Ég meina menn er að kjósa hérna endurreysingu, þannig að þú... Jesus! Þú bara missaði 7. sætinu. Áttar það á þessu? Já, það er kannski gaman að hópa fyrstu orð, sko. Vitandi það, þú svarar í 8. Hvernig líður þér? Þú var spáð í 7. sætinu hérna. Þetta... Í heildakefni. Já, greinilega. Það var hann á heima úti. Það er svona flest allt með gilum kjörum og þið bara á brautinni. Já, þetta er orðið Gunnar hefur gert eitthvað meira. Hann er komin 22 sekúndur fyrir aftan Ása í síðasta sæti. Þetta er það. Það er rosalegt að vita þessu. Það er rosalegt. Já, Club 7, það er bara svona, hann geti ekki allir verið í. En já, það var spennað fyrir 7. sætinu í síðan tjeppinu, það vilja allir bara endurreysingu. Já, mér sýnist það. Kvöldið, ekki... Ég veit að það er staðreind að Eiríkur hefði spáð Ívar í 7. sæti í heildakefni. Já, hann hefur tjónast þannig, það hlaut að vera, hann hefur komið svo langt á eftir. Ég tók ekki eftir því, var hann hérna... Fekk hann skemmt það? Já, hann hefur eitthvað tjónastæð, hann hefur ekki farið inn öðru sér. Það er nú ekki mikið að fá fyrir 7. sæti Ívar. 7. sæti er það sem að menna að horfa á. Club 7. Nákvæmlega. 7 er ekki neitt. Það er bara leiðilegt Ívar. Takk sjálfur fyrir síðan svona. Þetta var svekkjandi. Nú, þá getur hort á núna. Já, þú veist, þú ert komin í enda betra sæti þegar út í það er farið. Það er ekki 7. sæti? Herri, ég ætla að sjá hvort það sé þetta. Óli er svona þannig að draga í Lambi á Jökul. Já, ég er að fylgjast með honum hérna. Agnar er nálægt Davíð, en... Já, þú verður að ringja. Nei! Hann var rándýr. Herri, ég ætla að skrifa þennan niður.
Þessi fer, þessu verður notaðar aftur. Þeir eru 4 hérna í 7., 7., 8. og 9. sem eru nákvæmni lest, lítið svo sem að frétta. Mesta auðlýsing kringdu öfver. Já. Já, þetta er ekki að bæta í hlutabröfin. Og ef þið eigið, þá myndi ég reyna að selja áður en kaupa þetta og opna á morgun. Já, það eru snöggir að þessu. Herðu, David Adams var að setja hraðasta sektor ekki þar. Þú, með Böðun og Búlsson sé, heyri ég. Já, þetta poppaði bara í fjár. Herðu. Hann Aggi hann vinnar ekki miklu. Hann sækir vel að reyða. Doddi að sækja á Hauk hérna. Já, hann bara flýi verðan David Adams. Svenni Dahl að hlæja okkur þetta. Opnar kauphöll ekki á morgun. Lokað á sumardaginn fyrsta. Það allir það eins og þeir hefðu Óli að gera þessu líklega reyðlega. Ég skipti yfir. Það var komin á innanverðu þannig að gast upp. Það grimmur á kantana mjög hérna. Já, kallt. Óli að setja hraðasta sektor. Nú fer nú búinn að nálgast það. Ef hann að halda sér í þessari fjarlægir þá var helvíti góður að... Ef að fara yfir dekk snöggvast. Já, takk. Ég ætla bara að fletta snöggvast yfir og ég læt vita ef að einhver byrjaði á öðru heldur en hörðum. Já, Gunnar eini sem á hérna medium en hann alltaf búinn að pitta. Já, hann... Herri, Óli kominn í það 1,2 eftir jökli, hvað gerðist? Já, hann misti bílinn aðeins út fyrir þarna. Jæja. Og mikil pressa. Herri, þá förum við hérna á Agnar og David Adams. Herri, já, það slagur maður. Þetta í rauninni, já, var það ekki hann... En það var Ívar sem tók svo flott fram úr á það. Já, hann tók mjög fræðilega fram úr. Jú, Egil sem fann að nálgast andramóðin í 3. sætinu. Já, ég að fylgjast með honum. Hann að keyra þetta bara afskaplega faglega. Enda hann að keyra pressu laust þar sem að Ívar komin út. Já, hann veit bara 7. sætið hans. 7. sætið hans og hérna ætla að vera ekki bara mertur 7 á næsta tímabili. Já, ég gerir ráð fyrir því. Hann verður Club 7 að það fremst. Já. Ég ætla að vona það. Óli ekki að nú að... Jú, hann sækir nú hægt á hann jökulinn á þessum langa beina gafla. Hann fær ekki slipstream, hann það langt frá. Nei, ég held að þessi sekund á chat kannski getur staðfesta. En þá fer að stilla sig, já, nú David Adams að var Agnar að taka fram úr honum, eða ekki? Herru, það bara switcheroo maður, gott með það, segðu það einu sinni fyrir okkur. Veitu, hver með switcheroo? Það var næstu í switcheroo maður, David Adams hann ekki búinn að taka... Það fær engin, sorry, ég er off í kvöld, ég ætla bara að segja ykkur það. Þið fáðu ekki switcheroo nema að sé switcheroo. Ég skal vera vakandi yfir þessu. Lexus. Lexus í 1. til 4. Já, 4. eftir sæti. Það ekki, já. Herði, Haukur Ingi komin í mixi líka, ég tók ekki eftir því. Já, það má ekki skilja yngurinn eftir. Herði, sérðu hver að koma til okkar? Þetta þið? Þetta Ibbi King, veist ég það Erum við að segja rétt hérna? Hvað gerðist? Segðu okkur bara satt. Herri, þetta náttúrulega bara nettruflanir. Já, þetta vonlaust að heyra frá þessu. Ertu að fara að skipta net útgefanda á morgun eða?
Já, það var bara fyrsta sem ég gerði hjá hann. Það svoleiðis. Þetta dautt. Það gæti þetta verið að sé loka á morgun. Já, henda. Það fer ekki að netlausöndur en að vera með þetta, ég líti. Kannski á föstudaginn ertu bara búin að jafna það á þessu. Eflaust. Maður jafna sig ekki á því að missa 7. sæti. Nei, ég meina, þú var svo nálægt 7. sæti, allavega að gera þig líklegan til þess og síðan klúðrar því. Bara á síðustu tímabili. Á síðasta séns. Þetta klúður. Engin klúður. Maður heyrir allavega út ekki búin að missa allavega von samt. Nei. Við erum líka svolítið að stíga á þetta hérna hjá þér. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Nei. Nei, þetta er sækundi. Þetta er alveg sækundi. Já, þetta er leiðilegt að detta svona út í síðustu keppni en svona er þetta. Þú ert á þetta ára ekki fallinn. Nei, ég fæ að gera með sprengjum eftir þessi sviminu. Já. Það verður bara taka á því næsta og hérna. Og já, bara koma sterkar inn. Já, það verður bara henni. En ég fæði að horfa á þetta. Já, hverjum spáiru sigri svona víst verið með því þetta? Já, það er maður spurning á það. Jökull og Óli náttúrulega báði helviti líklegir. Já, Jökull og Óli hérna og síðan vandar að þeirn á erki óvinnur Jökull Jói Egils í 4. sæti, keyrir eins og kongur þarna. Já, hann er ekki langt eftir. Nei, hann er tæpur 2 sek. Hann er mistökum frá því að ná sætinu. Já. Já, smá slæð, aðeins út fyrir, þá var hann kominn. Það er nefnilega þannig með þetta blessaða græna helvíti að hérna Já. Það þarf ekki mikið að gerast, sko. Nei, nefnilega ekki. Ég man að þú kommentaðir hjá okkur í gæra þú ert ekki mikill aðdáandi að þessari braut. Sko, hún er ekki ofalega, sko. Nei. Hún er dröng, það er erfitt að keyra hana, en þú veist, hún er skemmtilegt að keyra hana, en hún er kannski ekki svona, þú veist, hún er ekki frábær í kappakstri, sko. Nei, þetta er frábær braut, er ekki kannski frábær kappakstusbraut. Ég sammála því. Já, Manstu hann alla? Þetta er frábær spurning. Þetta er rosa gott, sko, hún reynist upp fyrir manni as you go. Já, það er bara nútið þessu við, já. Ef þetta svarar uppfyrir, þú aftanlega í hvað þú ert, sko, þú veist hvað kemur næst, en þú veist, ég get ekki sagt að ég veiti bara, þú veist, pixel fyrir pixel hvar og hvenær ég á að beygja, sko. Nei, það er svona vond, sko, það er svona brekkur og svona líka sem bara alveg svona, já, heyrðu, alveg rétt. Sko, ég get ekki keyrt þessa braut nema ég sé með trackmatið, sko. Nei, mitt, það er sko, það er svo ég sagði, þú mátt ekki stíga feilspor, sko. Nei. Kantan er refsa, síðan graspa báðum megin við þig, og þú fer aðeins út á það kom út í hérna, álpappirinn, sko. Nákvæmlega. Það er hún skemmt. Já, skemmtir eru rosalega dýrar hérna. Eins og sá í gær. Já, þetta var rosalegt í gær. Það var mjög þeim, sko. Það var, endalaust af mistökum og skemmtum í gær sem að hristirinn þetta bara mjög vel upp í þessu. Gerir það. Og síðan verðum við líka aftur að þetta eru 2 klukkutímar að kappastu, þannig að þú veist ekki hvað sem er gert, sko. Já, menn verða þreyttir, það er bara svolítið. Já, menn verða þreyttir og kannski missa fókus aðeins. Já, Brynjar talaði að eftir klukkutíma 40 mínútur, þá var hann svona byrjar að mjöta auðvitað, sko. Já, nákvæmlega. Það er bara mjög skiljanlegt. Já, sagði Brynjar það? Já, Brynjar talaði það. Já, hann er alltaf í Danmörku líka, hann er 2 tímum undan okkur. Já, þeir veit að hann náttúrulega líka. Hann hefur verið bara í nótt, sko, að keyra. Þetta var rosa keppni í gær. Já, það er gaman aðeins. Þetta er þannig. Þetta var fjör. En hvað er að gerast? Það er rólegt hjá okkur, sko. Já, það er nefnilega rólegt, sko. Það er eiginlega, sko, Óli er nálgast Jökul svona í sekúndi, það dettur alltaf niður fyrir. Já, þeir hann að réttum sekundu á milli. Já, hann nær hann ekki slitt fyrir minni ef hann er sekundu, ef við erum ofan sekundu. Á lungu slissinu held ég að sé 1,5.
Hún byrjar svona smá að tója sko. Já, 1,5, já. Sá það nefnilega á hann nálgæðist ekkert, jú, hann nú eitthvað að gera núna, það var... Já. Þú vola hægt eitthvað. Bara eitthvað pingu póns. En þeir eru náttúrulega með pittuna sko. Já, þriða ring. Það eru fréttir. Já, þeir eru búin með dekkin, sko. Þeir fara ekki ennað að ringa á þessu svona. Nei. Sveimið á. Og það styttist í að Óli þurfa að pissa. Já, ætlaði að sé ekki að taka sprettið núna og fylli bílana bensinni. Já, hlýtur að vera. Við sjáum þegar að fylli bílinn, þá veitum við hvað hann er. Já, hvað er að gerast? Það eru Jökull, Óli, Andri, Jói Egils, Jóhann Ingi, Agnar, Davíð Adams. Já, þeir eru allir að koma inn. Ég ætla ekki að nefna alla. Hvar verður Gunnar eftir þetta? Hann er reyndar náttúrulega algjörlega off í þessar keppni, held ég. Já, hann er líka. Langaður. Gunnar var bara komst á mistök, sko. Þeir byttuðu allir ásönding. Það er engin pissu fyrir Óla. Nei. Hann er bara í skottinu. Á jökli. Ætlaði að sé komið þvægleg. Það er eitthvað þjónustu að þetta. Það kemur smá slæti að nút. Það er alltaf Þetta er alltaf svona voða þægilegar lengdir á milli manna. Já, kannski svona fullþægilegar. En Ólafur er kominn hérna undir seg fyrir aftan Jökull. En hvernig Ég er með netti á ringdu, ég datt aðeins út á það. Hlutabréfin er að falla hérna. Ég er bara sælvægt, sko. Hann passa okkur í þessu. Við erum kærðir í fyrirmálið. En hvað er þá markmið á næsta ári að hreppa 7. sætið? Sko, markmið er alltaf, sko, topp 5. Ok. En þú veist, það er bara... Það er svo mikið hraði í þessum drengjum, sko. Já. Það er það. Það er ekki auðvelt að reyna að blanda sér í baráttu við þá. Það er náttúrulega ekkert auðvelt, sko. Síðan náttúrulega komin á næstu tímabili þvílsterkir aukamennum fyrstu deildinni. Já, Alex kemur til ykkar og hann er að fara að reynast ykkur erfiður, held ég. Já, hann leynir á sig, kallum. Ég held að hann leynir þetta lítið með ykkur. Það sýnir þetta bara svolítið, sko. Kallinn, hvað er hann gammal? Veitu það? Hann er svona 14 ára. Ég held að... Gangi ykkur vel. Það er laser fókus á þessum unguðu guðurum, sko. Hann er að læra bifvélavirkjan og er að keyra bara restina af deginum. Hann er með aðeins fleiri millisekundur, með færri millisekundur í response time hundur og það, sko. Já. Við verðum að snúa okkar þetta aðeins í kommentin. Hilmar hérna, hann gerir ekki annað en að spitta facts. James Mayer tokkir setti 9 mínúta hring á Ford Transit. Það tók 25.000 manns að byggja brautina og á þeim tíma 1925 kostaði það 14,1 miljón sem er í dag 36 miljón evrur eða 5,1 miljard íslenskar. 80% af beyjunum eru blindabeyjur. Já. Ég fíla Hilmar. Já, ég líka. Hann með þetta, hann tæknist í okkar, hann með þetta allt á hreinu. Já, hann er nefnilega að því að Gunni var með nokkra staðreyndir í gær og þær voru eiginlega allar drefliðir þar. Nei, alveg. Fyrsta staðreyndin var að brautin sé löng. Já, leiðilega staðreyndir. Og öldungadeildin að vera stað í haust. Já. Veitu, er það eitthvað þengd það? Ekki það, ég qualify ekki, sko. Nei. Sjáðu þið hver er mættur í chatið? Alex er mættur í chatið. Hann er 18 ára. Já, það er bara prime aldur, sko. Já, það er það. Já, ekki til að vera að keyra í úrvalsdeildina næsta ára, ekki sagt. Nei. Þetta er formuleitt aldurinn, sko. Já, þetta er bara viðbröðin eru 100% hana. Já.
Ég að tala samt hvað Óli Hann að hálfstandi niður í hálsmálið á hann jökulli. Já. Hann finnur fyrir pressuna á Jökull, það alveg bara... Jökull veit hvað Óli fékk sér í kvöldmat. Það finnst alveg litt lindir í. Dýrðarfalli. Bergufreyr að kommenta að hans 14 ára. Ég veit ekki hvort sem kommenti eða ekki. Nei, þetta litli bróður hans, Alex. Hann víst 14 ára. Já, hann Já, ok. Hann lindabekki. Ingi var að kommenta að hann gæti verið af við þeirra. Ég ætla ekki að kommenta á það. Er hann ekki bara með í öldungadildinu á næsta ári? Já, það gæti verið. Víst að Hansi er eitthvað að reyna að græja það. Keyptum á svona gömlum... Já, það reynda hljómar vel maður. Já, þeir mega bara að vera gömlu bílum. Já, jepplingum. Herri, við verðum að spyrja hérna Jökull hvað Óli fekk í kvöldmat. Ég veit það persónulega ekki. Herri, Óli, hann nálgast. Ég held að sé engin lágmarksaldur í deildinni. Það er bara hvað foreldrar leyfa krökkunum að vera vakandi lengi. Eða með maka að leyfa vakandi lengi. Já, eða makinn, þú veist, það geti líka verið. Eða hvort að bæða með til að fara í tölvuna. Best að það er munarleysingi og einhleipur. Já, þú veist, fyrir þetta. Ég vil að vont að Óli missir hann alltaf upp í yfir sekundu, rétt fyrir... Já, hann er að ná þessu exitið alveg rosalega vel. Herri, ég er ekkert búinn að vera að fletta samt, Nei, ég myndi láta það vita, ég hoppa hérna milli. Eins og ég segi, ég er svolítið off í dag. Gunni einu sem ekki þetta, hann fann að nálgast, hann bara komin í skott á 11. setinu og Ása. Það er rétt á framann Maggi Ingóls. Telst hermi akstur sem innandýra íþrótt? Já, ég myndi halda það. Það hljómar að setja keir úti í herminum. Já. Já, inn í dýra íþrótt, það er þetta rétt. Herðu, Jó Eils, hann er komin, nei, líf og ég segi þetta. Já, við megum ekki segja neitt. Nei, við skulum... Ég sá hérna framúrakstur Gunna hérna í beinni. Við Ívar. Já. Þú tókst fram úr á, ég held að það hefur verið einu svona alvöru framúraksturinn í braut. Já, það verður bara góða. Já, takk fyrir. Það var svolítið svekkjandi að missa þetta, sko. Við verðum allavega búin að nefna þetta 2 og 3 og við verðum eftir þarna. Við vorum að fá Gunnar hérna að taka fram úr Ása en það var á beinakaflanum. Það er svona klassísku GRS. Nei, hvað er Gunnar að gera? Hann er að reyna að taka kantana. Það var hræðir í þetta. Já. Óli er bara búinn að ná sér niður aftur en... Já. Við verðum að sjá. Það er svo langt í Jökull, það er eiginlega bara að biðja eftir mistökum. Það er bara að pressa hann og pressa hann. Já, sína þér svolítið og hérna koma hann í mistök. Og vonast bara til þess að hann blindist líka þessu gullkrómi. Já, hann gæti alveg gert það, sko. Ég sé að Óli hefur sett silfurkróma sinn, þannig að... Já. Krókur gegn bræðið þarna. Herri, já, Gunni er á medium. Hann er búinn að pitta núna 2 svar. Allir aðrir einu sinni. Hann er núna á öðru stilti á medium. Byrjaði á hörðum. Það var ekkert svona must dekk á þessu, það er bara... Jú, hard. Já, ok, hann er alltaf að keyra hardkortið. Já, það er viljandi að vera hard, þannig að... Hann er komið nála þannum. Hvað þarf hann að gera þess að ná fram úr? Er það bara mistök sem að... Já, eða ná hérna betra exit en hann hefur verið að gera út á beinakaflan og hérna og nýta þetta draft. Hann var bara að gera þetta 4 sinnum, þannig að hann kannski er búinn að læra þetta. Já, getur verið.
Gæti nefnilega alveg verið. Haukur ekki eða nálgast Davíð. Já. Finnur enga leiðir. Þetta svo þröngt. Hann augljóslega sneggri í brautinni, sko. Það bara vantar ykkur að leiða fram hjá hann. Já. Þetta erfið braut til að taka fram úr og hérna, sérstaklega þessi staður. Já, sko hann er þrönga kafla á. Við sáum hérna í gær, hérna, Viktor og Binn að vera hérna. Það var svona, það var aðeins nudd í gangi þar. Eitthvað snertingar. Eitthvað snertingar. Hver endar það á Lexus? Fer hann ekki upp í 300 og eitthvað? Nei, þetta 200 og eitthvað. 292 eða eitthvað. Það er kannski bara fylgjast með þetta sem næri ekki að botna sér alveg. Chat kannski hjálpa okkur með það. Ingi, hann eftir nú að þekka þetta. Já, Ingi veit þetta. Skoða, strákar. Já. Na? Það er sjálfs ásmið flott í þessari stigatöflu. Komdu mig, já. Lát heyra. Jóhann Egils, ef hann er í 3. sæti, og ef Ási er í 7. sæti með aðra, þá er hann komið fyrir ofana. Heyrðu, erum við að tala um 7. sæti þá? Þetta, hver er líklegastur í 7. sæti þá? Er Ási að hýrða þetta margum talaði 7. sæti? Með því að vera að aftastur? Það getur ekki verið. Ég er núna að leggja þetta allt 100% upp fyrir 7. sæti. Það virðist vera. Hann er 2 skrifar með undan okkur. Þetta er svo kvöldi þríðarskák. Já, þetta er það. Þetta ávallt eftirsótta 7. sæti. Hann Ási er búinn að vera að spila í bakgrunum allan tíman og er að fara að hreppa það. Já, þetta... Hann er búinn að leggja þetta tímabil upp nákvæmlega eins og honum hentaði. Það sleppti síðustu keppni. Já, þetta er alveg 100% gert þess að ná 7. sæti. Já. Gunnar er fyrir 4. Andri hins vegar gæti náð 4. sætinu með 4 stigum meira en Gunnar. Það er alveg útreikningar í gangi. Já, þetta er mjög gott. Hvar er Andri er 3. Hann er hann ekki að fara að ná, hann er 4. sætinu. Svona eins og staðin núna. Já. Við varum að sjá mistöku í ökli, getur það verið það? Vorum við að sjá? Strákar. Vorum við að sjá? Strákar, þeir eru að fara inn á beinakjöfnan. Vorum við að sjá? Hann er að fara að ná þessu. Hvernig þetta ekki að gerast? Hann er að fara að ná þessu núna. Dókið við, sjáu þið. Þetta er svo lengi að gerast. Þetta er alveg að koma. Hann er ekki nógu nálægt. Jú. Sjáu það. Hann bara sendir þetta maður. Sjáu það. Hann er svo nálægt. Hann er ekki nógu nálægt. Hann er nógu nálægt. Ídrían. Ekki bömpan. Ólafur. Við erum að bíða lengi eftir þessu. Herðu. Nei. Hann Óli er að sýna sér núna. Já, hann ítti bara í hann til að láta vita, hérna er ég. Já. Óli er ekki hræddur við ykkur. Það ætti að vera öfugt. Ég þarf ekki að taka fram á það strax, kallega. Hann er bara að spara bensínan, Óli. Já, hann er augljóslega snegri. Eru fleiri útreikningar hana? Herru, Jóhann Ingi, Agnar, Haukur Ingi, allir í pitt. Ég ætla að ná mér í annan kalda og mér að fá töfla. Ég er spennufallið þetta eftir þessu. Já, ég líka.
bíðum eftir tölfræði, já, nei. Það ekkert svona annað að sjá sýnist mér í brautinni sem við erum að missa af. Það bara... Sko, agnar fer yfir Inga. Ok, hvernig Maggi á Inga þá? Að komast upp úr fallsætinu? Hann á ekki... Sko, Maggi þarf að ná... Það er rigning! Það er rigning! Herðu, þeir eru varla byrjar á himnum, Jökull og Óli. Dömur mínir og herrar, það er rigning! Og öftustu menn eru nýbúnir að skipta yfir á hörð. Það er rigning! Vinir! Jón. Já? Hvernig veður þarna úti? Herðu, ég eiginlega bara hef ekki hugmyndu það. Það er allavega rigning. Það verðist vera bleita að falla niður frá jörðinni. Nei, niður frá himnum. Þetta gerir nú komið fyrir þetta. Brautin virðist vera sleipari en áður fyrr. Þetta að koma sér illa fyrir Haukinga, Akka og Jóhann. Herðu, Jóhann kemur út á Intermediates. Agnar líka, Haukur Ingi líka. Jökull er átt. Pittararnir komu út. Þeir komu út á Inters. Sjáum Jökull. Fylgistu með, hann beygir hérna. Hann beygir ekki nóg. En síðan beygir hann nóg. En síðan beygir hann mikið. Og hann snýr bílunum við og fær skemmt. Óli er kominn í fyrsta sætið. Herra, hann er algjörlega eins og belja og svelli hann Jökullina. Ég er farin að vorkja honum. Andri Már fyrir vegginn. Andri Már með svaka skemmt líka. Nægi replayi. Já. Ekki að skemmtir aftansamt. Sjáðu hann. Síðan bara bremsar hann ekki nóg. Skemmt. Þetta eru rosalega senur. Jói Egils mistaka laus og heldur sig í fjórðasæti. Nú það bara hver fóri. Jóhann Ingi er hlæjandi. Já, hann bara eins og eldflög hann úti. Hann þarf að passa kappþykki, hann að hlæja svo mikið. Það gæti mist fókus hann að gera. Hann gæti mist fókus af því að hann bara að hlæja. Þetta kallar á að opna sér einn kalda. Hvernig líst ykkur á þetta? Heyrist þetta hér? Já, þetta bara heyrðist. Já. Jóhann Ingi er að taka fram úr hinum Jóa. Ívar. Jóhann Ingi er hlæjandi. Sjáu þið, förum inn í bíl hér. Þið heyrið í honum hlæjandi hérna. Ég sé það bara. Þetta er rosalegt. Gleymum þessu, Óli er búinn að klúra þessu líka. Óli? Hann er þjónaður í þriðasæti. Jökull er í öllum veggjum og... Óli, þú þarft ekki að hita afturdekkin núna. Óli kom með skemmt, Andri kom með skemmt, Jökull kom með skemmt. Jóhann Ingi er ennþá hlæjandi. Og ég veit að hann er að bremsa og fara í beygju. Nei, ekki vandamál, hann bara gerir þetta. Lík ákvörðun hjá þessum mönnum. Það rigningi byrjur þegar þeir eru að fara þarna í restina. Það virðist hafa verið komið á radarinn og þeir bara ekki verið að fylgjast nógu vel með. Það var alltaf ómikil bara það hjá fremstum tveim, sko. Já, þeir hafa bara verið að hugsa þeir hafa bara verið með hvað heitir þetta? Radarinn í gangi, ekki við radarinn, þetta hinn radarinn. Jóhann Ingi er að fara að taka fram á þeim áður en að þeir komast, sko, nálægt í að hugsa að vera í pittin. Já. Veitu, hvað er að fara að gerast? Jói er að taka fram úr Óla. Sjáðu hann.
Síðan tekur hann fram hjá Andra. Sjáuð hann. Sjáuð hann líka. Sjáuð hann. Hérna. Sjáumst, Andri. Herðu. Óli, hvað er þetta að gera þarna? Óli var ekki að leggja bílum þarna. Óli! Þetta er rosa. Sjáuð hann. Það er grænt flagg, Óli, á stað. Þetta er ekki brautin, Óli minn. Herðu, Jóhann Ingi, hann er komið 4, hann er sko... Það þarf ekki að ræða þetta. Nei, jökull maður, hann er bílinn ónýtur í honum. Hjá Óla? Þetta Jökli? Hjá Jökli líka? Hann tók sko 7.20 þarna, tók 2 hringi sko. Næ, ég sá replayða. Já, já. Jóhann Ingi maður, hann getur bara lagt bílum núna í 2 mínútur. Hann vil gera þetta sanngjarnt fyrir menn. Já, ég meina, Jóhann Ingi er þetta engum skildum að gera þetta sanngjarnt fyrir einn. Andri var komin upp í annaða. Sjáuð hann, sjáuð hann. Það var Haukur, þeir koma náttúrulega bara eins og eldingar. Þetta hann bara, já. Í rosalega verið stjórnleysi við þetta maður. Já, þetta er eiginlega brásagjant. Minn maður, Jói, skemmdalaus. Aggi er að taka með, já, Andri er náttúrulega... Haukur Ingi og Agnar eru samt í bullandi reysi hérna, sko, þeir eru að koma beinakaflan. Veitu, Haukur Ingi er á Inter líka. Já, þeir eru saman í liði. Þeir eru samt í sikkonu liðum, ekki? Haukur Ingi er græn. Hann slóðar hann í aftarendan. Það er að fara að gera, nei, hörru, hann ætlar ekki að gera. Nei, þeir eru ekkert saman í lið. Þeir eru erkifendur, eins og er. Óli er komin í 7. sætið. Jói Egil segir hann að sína okkur hvernig þetta er gert líka. Hvernig að keyra í rigningunni. Fáum hérna rest in peace emojið í kommentakerfi fyrir Óla, takk. Haukur Ingi í pittin líka. Já, er intermediate að 2000 skamt eða? Nei, það er kannski bara að fara að rigna meira og hann er að fara að koma út á blautum. Já, við býttum við. Fylgjustu með. Á hvað dekk fara menn? Það er spennandi, við getum ekki eins og talað. Ég er bara... Það er dead air hérna, það er svo mikið að gerast. Haukur Ingi fyllir bílinn, kemur út á Inters. Þetta var skriðdistopp. Já, þetta er eins og hann hafi gert bara feil, sko. Menn fyrir aftan eru að... Jói fyrir út á medium! Hann klúraði þessu. Nei! Hvíld í friði, Jói. Þetta var, það er heilríkur eftir. Herru, býtu. Hann Jói, hann hefur farið út á intermediates á þurribraut og hann hefur farið út á mediumdekkjum á blautribraut. Hann nær ekki að gera þetta rétt. Er hann að búa masterclass, er ekki bara sól bara núna? Það þarf að kaupa fyrir hann eitthvað svona nýjan klikkara með stærri tökkum af því að hann virðist ekki vera að ná að lesa þetta. Það er að fórna, ég held að Jói sé að gera allt rétt hérna. Gæti verið. Hann er með hreði hérna. Ég meina það eru sumir sem þora og það eru sumir sem þora ekki. Það er ekki besta línan að keyra utan brautar samt. Nei. Það er erfiðastu við þetta. Hún er ekki þurrur en það blautin að hann á ekki séns í það hérna. Uff. Nei, brautin, það er ennþá grænandi rigning þar sem Jóhann og Agnar eru, sko. Já. Norðarlega. Já. Ási er ennþá á hörðundekkjum. Ási pittað ekki. Ási pittað ekki. Hann er þetta stór skjöndu bíl. Já, hann hefur bara... Sjáu þið hvað var að gerast. Herru, ef þetta er ekki karma þá veit ég ekki hvað.
Það eru Svenni, Jói er með formúlustýrið frá Fanatec. Þvílík nekla hjá Jóníka. Herri, sko allir hérna sem er að kommenta þetta sé eitthvað 1000 IQ move hjá Jóa, bíðum bara og sjáum. Bíðum og sjáum, að því að brautin er lengi að þotna. Þetta hefði tjónaðist í bíl landsins. Þú náttúrulega þotnar ekki að það er rigning, sko. Já. Nei, tölum við ekki það. En það eru bara spurning að menn kannski... Nei, það er kannski ekkert tíma á okkur regndekk full. Ég sjá eins og Jóníka, þið skoðu dekkin hjá þeim, þau eru ennþá bara, þetta eru góð dekk. Herru, hver var með penalty hérna? Jói! Jó, keyrir öfugt. Hann er með 5,5 sekúnd. Hann er með 5,5 sekúnd í penn. Bob. Sjáðu hann. Það er ekkert grip á þessum bíl, sko. Nei, ekki neitt. Nei, þetta er eins og þeir í stígulum í fótbolta. Arnar minn, þú getur ekki tekið þetta tilbaka. Þú settir þetta á netið og þetta er eilíft. Já, screenshota þessu. Þetta eru klárlega mistök. Og ekki fyrsta skipti sem að hann fer út á vitlausu dekkjum. Ég finn þeir eru að slæta alveg út allt Já, á það er ekkert grip í þessari braut. Er tíminn bara full regndekk eða? Já, ég meina þetta virðist vera að fara dett upp í það. Við erum þetta í Ási komið 10,5 sekundar refsingu og algjörlega bíllinn. Vildi það að snúa? Herðu, þetta er, ég leiði að segja þetta, en þetta er frábært. Þetta er æðislegt. Það er ekki skemmtilegt hvað menn er að skemma mikið. Ég hefði verið smá slætt og svona, en þetta er kannski full mikið. En þetta er frábært. Þetta er frábært. Jóhann ég er bara eins og hertog hérna, hann komið 17 sekundur fyrir framann. Akka á. Það er einn maður, sá fyrsti sem að sá rigningar fyrir. Hann var sniður og slökkt á rátatum hjá sér og komst hérna í chat til okkar. Já, hann vildi bara fá að vitna þessu. Hann vildi bara sjá þetta. Þetta er nefnilega mjög gott TV. Hann er góður á væpinu, Jóhann ekki? Já. Það var Já. Tölfræði keppni hérna. Komdu með hana. Jóhann ekki. Já. Ef hann vinnur. Já. Og Óli lendir í 7. sæti að með þér. Ok. Þá stelur hann öðru sætinu af. Það er bilað! Já. Það er crazy! Herru, let's go, Óli er í 7. sæti eins og er. Hann er mistökum frá þessu, það er bara svoleiðis. Óli er hérna í 7. sæti með brjálaðan Magga Ingóls í klassíska 7. sæti að því að Maggi Ingóls er að berjast í fallbaráttu. Herru, Já, honum er sama. Mistök, Jóhann Ingi. Mistök, sjáðu hann. Hann beygir hérna, gerir þetta rétt. Svo beygir hann í hérna þarna. Gerir þetta rétt. Ok, svo beygir hann aftur í sömu átt. Ekki alveg nógu rétt. Og fer aðeins út af. Það voru ekki alveg eins dramatísk mistök og ég kannski gerði þetta út fyrir að vera. Dramatískt er það, hann er eitthvað búinn að gera þetta á síðasta ring líka, alveg nákvæmlega eins og hann var að gera þetta. Já, það. Já, þetta er greinilega erfitt að beygja þarna í þessum... Ég held að ég sé bara ekki að snúa dýrunni nóg. Það er eitthvað kalibrita þetta. Já. Það er jökull endurkoman er hafinn, sko. Já, það er það. Hann er komin hérna í Andra. Andri elskar að hafa þetta fyrir aftan sig. Fylgjust með. Já, við skulum ekki gleyma því að reysið er ekki hálna, sko. Já, nákvæmlega. Það getur þóttna og reynda aftur, sko. Sjáðu hann. Þeir eru á beinakamlanum. Hvað gerir Jökull? Mega move, maður, hann mega move. Sjáum.
sjáum, þeir eru hlið við hlið, jökullinn fyrir framann. Þetta gerist hægt en þetta gerist. Ég væri alveg til í þetta aðeins dramatískara. Þetta er komið. Þetta er komið. Maður verður að gefa þetta til. Já, það verður að gera það. Andri fyrir inn á óskemmdum bíl á fínum dekkjum. Óli fyrir inn. Óli líka? Getur þau að taka sér auðvitað? Býtur þú við? Kaldi veit eitthvað sem við vitum ekki. Hvernig er... Þeir eru að fara að regna. Já, dekkjum hans Óli verður bara ónýtt, sko. Hans Óla? Það er frekar slitin. Já, Andri er á... Ég meina, þau eru komin hálf hérna niður. En af hverju þá Andri að pitta? Af hverju myndir þau taka sjensinn og double stacki? Það er eitthvað spurning. Medium? Nei. Medium er ekki að vera að virka núna. Medium er ekki að vera að virka núna. Þeir eru bara að reyna eitthvað. Þeir eru bara að setja eitthvað í gang. Ég held að þau séu að vera að virka þegar þú ringi. Fylgjast með. Ég held að þetta sé too soon. Þeir eru Maggi, Gunni, Dotti, David Adams. Þeir eru allir að koma inn og skipta. Gaurar. Ég held að þetta er allt og snemmt, sko. Þetta er allt og snemmt. Þeir eru að spila skák, en við hinir, við erum í Ludo. Þeir eru ekki í sama spilu og við. Það er ennþá rosa beitt morðalega breyðinni, sko. Já. Þetta er... Ég er bara spenntur að hafa rangt fyrir mér. Það er það sem ég er. Ég er bara ekki vanur því. Þetta er alveg nýtt fyrir þig. Hvernig er... Getum við fengið, veður report, takk. Viljum við það? Já, jú, við viljum það. Já, við viljum það. Óli! Heiðu, hvað var hann að gera? Hann var að fara út af, hvað heldur hann að hafa verið að gera? Á þessum dekkjum? Sjáðu, ég skal sýna þér, sérðu. Hann er að beygja hérna, allt í góðu hérna. Beygir aðeins meira hérna, allt í góðu. Og réttir hann stýri við, allt í góðu. Beygir aðeins, ekki nóg. Út af, inn á. Já. Það er bara, þetta var ekki alveg, þetta var ekki rosa dramatíst. En þetta kannski sanna það að þetta hafi ekki verið aðeins svo snemmt. Herru, kíkjum á hérna. Já. Ég er að horfa hérna, Jóa Egils, hann fer út af á sama stað og... Já, Óli er ekki að valda þessu. Þetta var... Það var blöytum eðsand að þotna þess að Jóhann er núna, sko. Herðu... Jóhann ekki. Þetta er mögulega... Nei, hann bara græða mínúti, sko. Núna getur þú farið út á mediundekkin. En síðasta hring, það var ásnemt. Hann þarf að græða helviti mikið á stundum tíma eða? Já. Haukur Ingi, flottastur. Þarf hann að græða mikið, við horfum bara á keppna við... Hvernig er það? Nei, heyrðu, býtu. Ég er að tala um Óla fyrir ekki það því við vorum að tala um annað seti. Já. Jóhann líka. Já. Jóhann, sko. Hann lyfti upp í þessum maður. Þetta er nákvæmlega það sem við vorum að tala um í byrju keppnarinnar, er að ef 85% af áhorfendum kommenta rigninga emojiin, þá hækkaði líkundur á rigningu 0,4%. Og þetta voru 0,4% sem við þurftum. Þakka ekki kærlega fyrir þetta var ykkur að þakka. Akkurat núna er Óli að éta upp tíman hjá þeim. Já. Það má ekkert fara út fyrir línuna. Þetta er high risk, high reward. Hilli vill fá meiri rigningu.
Í hvaða sæti þarf Óli að enda svo Jóhann Ingi, ef Jóhann Ingi vinnur? 7. Það er komið sól og ég held að rigni aftur. Já, ég held að. Getum við fengið spá frá Ívari, takk. Rigningaspána? Já. Ég er að fletta upp rigningarátalum. Og hvað? Ekki komið vondafréttir. Sko, ég veit að ég næ ekki alveg að lesa úr þessu, sko. Ég verð að finna breytina hérna bara... Ok. Ekki segja meira, af því að þetta er bara, þetta er sperrandi. Það gæti komið rigning, en það gæti ekki komið rigning. Þetta er mjög gott. Það er verið að byrja rigning í chatinu þegar ég sé það. Það er bara rigningadals út allt. Chatið er á eldi. Þeir verið að sjá meira af þessu. Skemmtir, það er það sem chatið vill. Herru, hann er á... Ólafur er bara að keyra hana bíl. Já, nú hann veit alveg hvað þetta þýðir. Þetta er kaflinn sem maður þurfti, en þetta er bara eins og allir eru búin að segja. Þetta var aðeins og... Þetta var að þurfti að taka séns. Já, ég meina þetta er frábært séns að taka. Hann verður að passa sig á því að enda fyrir ofan 7. sæti, af því annars er Jóhann Ingi að fara að hreppa þetta annars sæti. Og gera Óla að fíbli. Ég gleymir alltaf að taka inn í myndina hérna, menn fyrir alltaf að taka með eitthvað bensín þegar... Já, hann er Jóhann Ingi þar að hann er bara tómur, sko. Já, það? Já, hann er að blikka. En núna kemur hann bara á medium. Er hann að gera allt rétt þetta? Haukur Ingi þarf að taka bensín líka. Agnar þarf að skipta dekk allavega. Agnar er, já. Jökull er búinn með dekki sín. Sko, Ólafur er mínútu fyrir aftan Jóhann. Jóhann Ingi dóttin inn í pitinn. Þeir töluðu það í gær að pitturinn væri 20 sekundur með bara dekk. Þannig að Jóhann Ingi er með þetta í vasanum. Og hann er með djúpa vasa, það getur sagt þér. Hann ætlar að taka þetta. Já, hann sýndi mér eins og vasasegin sína. Þeir náðu alla leið niður á löp. Sjáum Óla, hvar kemur hann út? Var Óli að kæla þetta? Er hann ekki að stýra það? Ég veit ekki alveg... Hann Óli? Hann er að kæla þetta. Já. Hann er að kæla þetta svo að geta kitt lengur. Ég fannst bílinn bara að vera stjórnlaus að þessu búinn. Óli er... Já, Óli er að spila rétt við íþróttur eða. Og Jóhann Ingi líka. Ég meina það er Jóhann kemur út. Hann er bara í fyrsta verði. Já. En hann kemur út hérna... Með lári bensíni, en það er nú... Já, þú veist. Já. Miðað aðra. Nei, Agnar. Nei, hann kemur úr hlutinum og snýr bílum að replay. Agnar, sorry, já. Herri, Jökull og Óli er náttúrulega bara... Óli kom sér upp í fjórðarsæti og er... Já, þetta er klassíska pit exitið er alltaf blöitt. Herri, Óli, hann er bara búlja hérna, tjóðir ánað með það. Núna er það þannig, þú getur ekki tekið fram í núna, þú mátt ekki fara út í blöður núna, það er bara... Já, það er bara, það er bandað, sko. Það er eiginlega bara tímarefsing, sko. Það er of langt í þetta. Nei, maður sér alvöru ræðjar. Ólafur. Hann gerir þetta bara. Ólafur! Já. Ólafur! Það þarf að klára þetta, já. Það er svo auðvelt að klúðra þessu, sko. Agnar hleypir jökli. Fallega gert á honum. Þeir eru fyrrum samstarfsaðilar. Þeir keyra núna fyrir sikuliðin. Jökull keyrir í MS svörtum, Agnar í bláum. Haukur er að keyra talsveit hraðar en Jóhann Ingi. Er hann að ná honum með það? Hann er komin í 4,5 sekundu. Já. Eins og Jóhann hefði gert ykkur mistök á hann. Hann var 7,5 sekundu undan. Kannski er Haukur bara loksins komin út úr þessum hönskum og er að sýna í hvað honum býr. Það er engin vellingatök, mennur það? Nei, það er engin vellingatök núna. Ívar. Já. 21 sekunda í þessari braut.
vonlaust dæmi að það ekki mistök. Að Andri nái Agnari? Já, ég sjáum eins og Óli verður aftan Haukinga. Já, þú gæðir 121 sekúndu á þetta. Á nýjur, já, menn er að finna Ekki strategy. þetta, Eiríkur, come on. Jákvæðni, ekki neikvæðni. Þetta tilbaka. Alls ekki þetta Haukur, hann er komin í 3,3. Hann er bara að sjá hann. Já. Nú er komið blóða tanninnar. Við förum þetta aðeins inn í bílinn hjá honum. Hauk. Það sjáum við hérna, sérðu, að það sjáum hann. Eiríkur! Allt er góðu. Var það bölvunin eða? Nei, ég ætla að fara yfir á hvernig annar bíl þetta. Ekki orð, Eiríkur. Það var ekki staðfesting á neinu. Þú ert með engin sönnunargögn í höndunum. Ólafur, kælidekkin. Skemmtileg bara þetta hérna 7. og 8. seti, Jói er í 11. sæti, 13 sek fyrir að taka Ingolfs. Gunnar er komin Já, Gunnar er hérna nátt David Adams. Í óæðir endanum á honum bara, sko. Þeir eru búin að taka 3 sekundur á... Já, Haukur Ingi náttúrulega gerði mistökin að það. Já, Haukur gerði smá mistök sem voru engan veginn tengt neinu sem að við sögðum eða gerðum. Ekkert sem hægt var að gera í þessu. Þetta voru hans mistök og hans mistök prívat og persónulega. Hrein ökumarkmistök. Já. Hvað gerir Gunnar í það? Hann er snegri í það. Sjáum hann. Hann ítir. Hann ítir hann bara áfram. Þetta er alltaf kannski vonlega staður til þess að þetta er það sko. Þólinn móður hann Gunnar. Það er 8,5 sekúndar refsing á Ása í eftir þess að Hvað er að gerast fyrir Ása? Tjónaður bíl. Ási minn, ég átti von á meira. Ég ætla bara að segja það. Í hvaða sæti er Ási? Ási er að berjast fyrir 7. sætinu, hann er að gera 30 það sko. Alveg rétt. Nei. Alveg rétt. Hann er bara að halda Jóa fyrir fram að sig sko. Það er hann sem er búinn að spila þetta tímabil upp á fingur sinn til að enda í þessu ásóttu 7. sæti. Ási er núna í 7. sæti sko. Við veitum að hann er að reyna að koma sér niður í 7. þetta. Já. En Jói er ekki að standa sér nógu vel. Nei. Það er núna Jói með 7. sætið. Já. Þeir eru bara að berjast þarna aftast að halda því. Þetta er mikið. Það er Gunni, hann eldir bara og eldir. Já, hann er bara þolinmóður hérna. Jökull er að komast í skottið á honum Óla. Skipti yfir. Já, það er ekkert svo dramatíst. Já, ok, ég skipti aftur yfir. Snöggur ægir. Hilmar, nennir þú að ekki segja í gamla daga? Þú veist, þú getur verið að tala um í fyrra dag, sko. Nei, Óli! Óli! Replay! Þetta er á beinakálunum, hann er þetta. Óli! Þetta er tónlist í einu Jóhans. Sjáu þið? Fylgistu með, áhörður. Óli! Hann var svo spenntur að kæla að hann bara fokkaði þessu upp. Óli er komið skemmt. Hann er bara að beygja til hægri. Það var það eina sem hann átti að gera. Þetta getur flækst fyrir þegar að veðri breytir svona. Já, það getur það. Er núna að fara að tryggja saman Pittan 3 Er það? Já, það leit út fyrir það. Já.
Ef að setja 200 skall á þetta? Ekki með. Kemur þetta ekki verið eitthvað snöggt inn þessi refsing eða? Kemur þegar að keyrir út. Já. Jökulli komið á 16 sekundir í auk. Þeir vilja sjá hvort hann ætla að brjóta reglurnar á leiðinu út líka til að gefa hann 6 sekundir. Já. Sjáum. Hann sleppur. Það er ótrúlegt. Það þykir mér einnig ótrúlegt. Já. Hann veit greinilega hvaða pixla má keyra á og hvaða má ekki keyra á. Haukur Ingi er ekki að sækja aftur á hann Jóhann Inga. Jökull að sækja þá, alveg mjög hrætt. Já. Ætli Jóhann Ingi sé ennþá hlæjandi? Jóhann Ingi var að gera mistök. Já, hvað erum við að segja þetta? Ég klára á replay. Það er komin í 1,5 sekundi. Já. Sjáum. Þetta eru klaufa mistök, hann fer aðeins út að blauta í endanum á brautinu og næri ekki beyginn alveg. Það er þessi hægri beygja sem menn er að klikka á. Já. Sko að yfirleitt eru það hægri beygjarnar eða vinstri beygjarnar sem að menn eiga bara í miklu vandræði með. Já, menn er að missa þetta alveg í þessum hægri eða vinstri. Alex Þór segir hérna að það er nánast ómögulegt að fá pit entry sekt en það er mjög auðvelt að fá pit exit sekt. Áhugavert. Takk fyrir að umborða þetta, Hilmar. Suðurslaufan var opnuð 1927 og lokað 1982 en það var af því að hún þótti of hættuleg. Það var of gaman að keyra hana. Pussies. Ég má ekki segja þetta. Nei, takk. Gott að vera með bíbara hérna sem að gefa okkur viðurskýrslur einnig. Það er einn til þrejum með viki. Það er Haukur með fyrsta sætinu og fastest lap. Já. Þá gæti hann náð Jóa Egils. Gæti hann náð? Jóa Egils. Nei! Er hann að berjast í 7. sæti líka? Hvernig staðan núna, sko? Þetta er rosalegt. Við erum búin að segja þetta allan tíman, 7. sætið er það sem það snýst. Þetta er bara 7. sætið er gull í augum þessa manna. Sko, Haukur er búin að slá mig út, sko. Þess að þessi leikan þetta núna, sko. Ekki setja myndælun á Hauk, Jóhann. Ég er með hann á honum. Ég kom að Óla. En nei, það er engin bölvun. Nei, það er engin bölvun. Ég ætla ekki að láta þetta hafa áhrif á mig. Eiríkur, ekki orð. Einn er Akkinsrættin í Jóhann Inga, hann er búin að vera hálf tæpur í þessari beigja alltaf. Club 7, það er allir að tala um Club 7. Það er allir að tala um Club 7. Ég sá þetta trending á Twitter að hann, sko. Eiki, það er kalt á toppnum, en það er kaldara í 7. sæti. Það er viljandi vera. Jóhann er Jóhann fyrir út af. Haukur komin í. Herru, það krassaði, tala um því krassaði. Sjáum. Horfiði, áhörfundur. Það er þessi hægri beygja. Nú má Haukur ekki ófermast. Hann bara límist ofar á kantinum. En hann sleppur skemmt. Herru, núna þarf Haukur bara að ná sér í fastest lap. Sko. Sko, hann fær 70 stig ef hann vinnur bara og hann fær 71 með fastest lap. Og Jói, ef hann klárar í 11. 12. stig. 12. seti, þá fær hann 3 stig eða 69 og 70, þannig að ef hann er Sko, eins og er Jói Egils í 11. sæti
37 sekúndum, ok, 25 sekúndum fyrir aftan Magga Ingólfs. Já. Maggi Ingólfs 44 sekúndum fyrir aftan Dotta, þannig mér þykir líklegt að Jói Egils verði í 11. til 10. sæti. Agnar að fara út af, hann í 4. sæti. Replay. Já, sko, ef hann þeir eru jafnir á stigum núna, Jói og Haukur. Hver fær þá 7. sæti ef að Haukur vinnur hérna? Er það ekki bara Haukur? Nei, Jóhann fær það út af pódjón, held ég að sé. Hann með fleiri, það skiptir ekki máli. Hann eitt pódjón en hann Haukur með ekkert. Ingi, Agnar var ekki að fara út af því sem ég best veit. Ég sagði við sögum þetta 7. sæti, það er alltaf fréttaðar. Club 7, guður. Vá. Ég vil að allir sem að náðu í 7. sæti á tímabilinu, eða ég vil fá þess að 4 sem að eru Gunnar minn, Gunnar, ég að tala hérna, keyrðu bara venjulega með hann. Allir sem að lendu í 7. sæti í hvaða deild, þeir þurfa að koma á lokahófið merktur Club 7. Já, það eru velun. Það er bara... Það Agnar í pitinn. Fylgjast með Gunnari hérna að gera mistök. Aftur? Það er replay. Það er replay. Jóhann búinn að gefa í eftir að hann fór lent í öðru sæti. Já, það? Já. Af sjálfsögðu kemur Hilmar í Club 7. Já, nei, Bergur, þú verður að enda tímabilið í 7. sæti. Agnar kemur út á hörðum. Það eru 7 hringir eftir að þessu. Hver vinnur? Já, Bergur, ertu búinn að fara út með hundinn? Engin fílukall hérna, út með hundinn. Þeir hafa þarfir eins og þú og ég. Ívar, nennir þú nokkuð að fletta þig upp hverjir endu í 7. sæti í öllum deildum? Nei, þetta er mikilvæg. Fáum þessi mikilvægust að finna. Deildum. Ég skal svo sannarlega gera það. Takk hérlega. Hilmar, ef þú lígur að okkur einu sinni en þá ertu rekinn sem tæknistjóri. Þeir eru sjálfsög opnið deildinni. Hver? 7. sæti, það er hann Sindri Rapp. Sindri? Er Sindri í chatið eða? Nei. Hver endaði 7. í annari deildinni? Það er meistari Jónatan. Jónatan, hann er í chatinu? Hann er í chatinu. Hann var alltaf í chatinu. Shoutout á Jón, nafna minn. Herðu, fyrstu deild. Hann var hann Eiður Daði. Eiður, minn maður. Það er, mér finnst alltaf skemmtilegt þegar menn koma jökullmistök. Önnur skemmt. Það hægt að koma óvart. Var þetta skemmt?
Það skemmt. Hann var með þess að skemmt fyrir. Við hefum mist að því, af því að þetta var ekki mjög dramatísk mistök. Það voru eiginlega bara svona smá mistök. Sjáu þið. Hann bara að sýna sig. Jónatan, velkomin. Við viljum fá menn Club 7 mætta í Club 7. Ég og Hreggviður verðum mættir í Club 7. Hreggviður sem sagt forseti Club 7. Ég aðstoðarmaður forseta í Club 7. Var það ekki þannig, eða? Jó, það var þannig. Ég búinn að ákveða það, ég að segja ykkur það. Alveg geðveikt. Það nefnilega frábært. Ég var Egils komin upp í 10. sæti, þannig að þetta var eiginlega bara dottið. Það ætlaði sjálfsig. Já, Maggi Ingóls hérna með 3 sekúndur í penn. Hann hefur verið að pitta og fengið pitt exit á með við upplýsingar hans hérna Alexar, sorry, já. Þannig já, við erum komið með, svo Davíð Adams hérna í 9. sæti. Doddi í 8. Gunnar Ágústsson í því eftirsótta 7. sæti. Andri Már í 7. Agnar í 5. Agnar ef hann klárar í 5. Hann þá ekki alveg gulltryggður frá fallsæti? Skulum bara líta. Það segir leiknum eftir ríkisins. Herru, ég datta þessi út. Jónatan hérna á svæðinu. Já, hann kominn sko. Já. Það þessi stóru nöfn að mæta í chati. Já, við viljum hafa meðlimi Club 7 í chatinu og við erum bara helst að einangra chatið. Agnar vissulega baráttunni sko. Já, það ekki? Hann var nokkru stigum frá því, eða ekki? Hann bara 2 stigum frá því. En með þessu 5. sæti þá bara það engin sens sko. Nei. Það gleður mig. Hann endar í 10. sæti. Hann var í stekku fyrir ofan Inga. Ég ætla að leyfa hérna Hregga að svara Hilla hérna. Já, viti, já. Já, hún kann ekki spyrja mig að þessu. Já, ég skal lesa þetta fyrir þið bara. Hilmar lenti í 10. sæti í deildinni. En hann með racing númerið 3. Og ef maður kann basic starffræði sem við erum ekki frægir fyrir, þá veit maður að 10 mínus 3 jafnt á 7. Hvort að hann megi það vera honorable member í Club 7. Nei. Þetta er exclusive sko, því miður. Já, ég meina þú getur ekki komist hann inn á einhverju tæknivillu. Jóhann Ingi og Jökull fara inn, bara svo við veit það. Já. Var ekki Haukur að koma út líka? Óliver, 7. sæti og 7. tímileg, þú ert í Club 7. Þú ert í Club 7. Jóhann Ingi passa sig heldur betur að fara ekki við kvítirunna þegar hann fer út núna. Sko Hilmar, ef þú vilt vera honorable member í Club 7, þá myndi ég frekar reyna að koma á því að þú ert búinn að vera yfir tæknimaður í 7 af 8 keppnum. Já, mátt alveg vera tæknistjórun okkar, það ekkert mál. Þú ert búinn að vera tæknistjóri í 7 af 8 keppnum. Ég myndi frekar reyna að komast inn á því, en ég ekki sá sem að hleypir mönnum inn. Ég bara starfsmaður. Ég held með Hauki núna. Já, þetta hann bara fair and square í 1. sæti. Já. Haukur eiga sem besti keppni sko. Já, þetta bara virkilega flott. Munum við vorum með þetta í gær líka,
chat á að kjósa hérna Driver of the Day og Driver of the Season. Já, hann hljómar þetta vel. Já, hérna Doddi að pitta hérna, hann við 1% bensín. Driver of the Season má alltaf líka bara vera það sem hefur komið mest á óvart og... Já, bara þú veist eða hann sem með besta framúraksturinn eða bara hvernig líður ykkur uppáhaldsökumaður að kjósa. Ég fór út með mestu sprengjunni hérna í dag. Ekki gleyma því líka. Fyrsti sigur Hauks í úrvals. Ég veit það ekki. Ég skal fletta því upp. En ég held það. Ég held það alveg örugglega. Sjáum við það. Nei, Maggi Ingvarsson, já, hann með. Ársæll með ákvörðun ársins hérna. Fór fram í pittinum í gerð með 3% bensín. Já, það var... Ég veit ekki hvort þú sér bara að horfa á replayið, það var mikið hlegjaðir. Já, ekki, ég mæli ekki með að horfa á þetta. Hérna, tölfræði frá upphafi. Jón, er þetta satt sem ég er að lesa þetta? Ég veit það ekki. Ársæll segir að þið sáu ekki að það besta. Hann bakkaði allavega í pitendrið. Herði, já. Við vissum, ég held að Gunni hafi séð þetta, sko. Þetta er move ársins. Já, það var eitthvað annað að gerast í... Af því að hérna, já. Það var eitthvað sem snýri fyrir framöðu, það var eitthvað shit, sko. Það var eitthvað annað að gerast á braut á sama tíma. Ég man eftir þessu. Óli er komið í skotur á hann Jóhanninga hérna, en Óli á eftir að hitta í næsta ring. Já. Herr, það er spurning hvort hann náði að klára ringin og svona. Jú, það hlýtur að vera. Nei, eða hvað? Jú, þetta er helminguna brautin eftir, meira. Óli gerir sig líklegan. Herri, þetta er fyrsti sigur, pódium eða... Já, fyrsti sigur eða pódium hjá honum Hauki í úrvals, meðan við tölfræðina hérna. Þetta er að hjálpa Hauk svolítið þessi bara það að hún er komin að eikst bara fórustan hjá honum. Já, ég meina, ég held að hérna... Jóhann sé ekki lengur hlægjandi, sko. Nei, það er búið að taka niður í honum. Já, svolítið. Hann þarf bara að passa sig að hugsa ekki, það er erfitt að segja þetta, hann þarf að hugsa ekki of mikið um Óla því Óli ætlar að vera í pittin. Já. Eitthvað að hugsa sem að reyna að ná þessum tíma niður á Haukinga, sem að gengur ekki vel. Herri, ég veit, væri stórt að fá rigning, það er að þykna upp strákar, bara svo við þetta. Er það? Getum við fengið veður skýrslu? Takk. Alex Þór, hann kýs Hauk sem Driver of the Day og Jökul sem Driver of the Season. Óli, Driver of the Year. Hilli er þetta með stóru setningarnar hérna. Já, en Alex er að tala um keppnisárið. Já. Það er þá síðasta og þetta tímabil. Stórmeistarárið, já. Ég meina, er hægt að vera ósammála þessu. Við sjáum hvort að Haukur landi þessu áður en við gefum honum eitthvað titil. En það er ekkert að rata. Engin eyring. Það er ekkert að rata. Ekki það sver. Þú breyst hratt. Takk fyrir þetta, veður yfirmaður. 69%, damn. Þetta er Club 7 brandari, sko. Já, þetta er það. Það þýtti að koma sér í hérna vlog. Já, ég vill persónulega að hann verði meðlumur af því að hann er búinn að vera að tækja... Jóhann Ingi!
Bara leiða það sem Nýbúin í gerast. pit. Hvað að gerast? Akkur næði ekki að replaya? Ég er að horfa á þetta bara svo við veit að... Vinir, replay takkið minn er bilaður. Nei, Jú, Trúir í. ég er bara, í alvörunni. Heldur þú björðu það alveg? á versta Nei. tíma. Ég bara, ég er að klikka á takkan, klikk, klikka á hinn takkan, klikk, það gerist ekki neitt. Núna verð ég að vera vakandi. Jökull, komið fyrir aftan Agnar, mega move. Þeir eru fyrirverandi kollegar. 27 að horfa, er ekki 42 að horfa? Það eru fyrir Já, þetta. sumir eru sofandi. Sem ég skil ekki. Jóhann Ingi... Hann er að gera bara lítil mistök inn á milli. Af hverju er Núna. replay takkið með bilaður? Tók ég við, ég ætla að hérna taka í og úr sambandi. Sko, núna er Ekki vel? Haukur með 16 sekundar forskoti á Jóhann. Já, Þar á eftir er Jökull 41 sekundur eða 41 sekundur eftir. já, Þannig að ef Haukur keyrir bara flawless race, það sem Já. eftir er, það er bara komið hjá hann. Já, það er bara að... Það er bara að halda áfram að gera það sem hann er að gera. Það er... Það eru bíðið vinnir. Ég var að hérna taka úr sambandi og setja í. Replay takkið minn virkar ekki. Það er bara þannig. Það er svoleiðis. Alltaf það skulum við bara vera að gjöra svo verða og fljótum þegar það grípa okkur blíkum. Já, það verði að vera. Sko það virkar allir aðtakandir. Replay takkið minn virðist ekki. Sjáðu Agnar. Agnar er... Það er skemmt. Þetta er rosalegt. Ég var að horfa þetta aftur á Jóhann Inga. Þetta var bara... Ekkert replay. Klaufaskapur. Já, það var það. Það er við hægri beðið þarna. Erum við með eitthvað sponsa sem getur gefið mér eitt lyklaborða? Ég held að tæknistjórinn ætti nú að geta kíkt á þetta hjá þér. Já. Það er heima í nótt, millir 4 og 5. Það er flott, ég verð heima þá. Það skildi bara þér opið. Ég býð Breiðholti, ég held ekki. Jói kemur inn, bensinlaus. Sorry, ég er ekki búinn að vera að standa með að fylgjast með hérna öftustu sætum. Hvað er að gerast hjá Ása? Hann er bara... Já, ég veit ekki hvað maður að segja, þetta er bara Nei, hann er mikið snegn að þetta. Það er að vera mjög erfið dagur eitthvað leirinn. Jóhann Ingi er tjónar að framan. Já. Við erum með hérna Gunna að elta Andra. Við erum með mitt vanir Andra líka í topp 4. Já, þetta er bara alls ekki rétt uppröðun, sko. Nei, Það hleypti svolítið lífi í þetta þessi rigning. já. Muniði, ef þið viljum meiri rigningu, þá verðið þið bara að kommenta. Doddi er eiginlega bara svolítið settur í fallsæti. Davíð Adams er... Hver er staðan á þessu? Rannsökum. Förum að Dodda á meðan. Sko. Ertu með þetta?
Duttur, ásakið. Á, sorry. Það er bara að vera að rannsaka hérna á hullu. Já, ég er að reyna að laga lyklaborðið mitt hérna, sorry. Hvernig gengur það? Ekki vel. Takið Gretar til fyrirmyndar, gult flagg. Ok. Sko... Takið Gretar ykkur til fyrirmyndar og kommentið rigninga emoji. Það getur hækkað rigningu 0,4%. Þetta bara ef að 85% gera það. Þarna, Sves. Bergur, Oliver, góður maður, gott nafn. Gunnar Ágústsson kominn hérna í 1,5 cirka. Sjá radarinn. Eiríkur. Engar áhyggjur, Eiríkur, við erum með veðurmann í vinnu hérna. Það er ekkert að rata þessu veður. Það er ekkert að rata. Því miður, það voru ekki nóg margir sem að... Það er komið svona draugalegt þarna, bara svo við veitum. Já. En það er nóg eftir. Það er... Ertu kallaði Sves? Það er besta neiknum í heiminum. Má hann að giska á það? Svona óviljandi. Ég kalla alla Svenna Sves. Já. Hvernig líst þér á þitt viðurnefni, Ívar? Í bikini? Já. Hart, sko. Alveg sem var íbjönd. Já, Sves er nefnilega svo gott nickname að því að það er seta í því. Það er sterkt. Öll nöfn eru cool þegar það er seta í þeim. Þið getið skrifað þetta niður, Bergur, skrifað þú þetta niður. Öll nöfn eru cool sem eru með setu. Því hvað er Bergs? Með setu? Bergs? Næ, passa, þú veist, það flæðir ekki, skilur mig. Það er einhverja fréttir á brautinni, Það er... Gunnar eltir Andra en þá? Já, ég er á Andra. Haukur hefur gert mistök eða bara kyrði... Já, það var missa 6 sekúndur. Já. Ég kannski setja augun svolítið á hann. Kert frekar hægt hann að hring. Hills Bills, það er mjög gott. Já, Eiríkur var að horfa á dekkjaradarinn þegar einhver keyrði yfir á blautu línuna. Ekkert afsaka, Eiríkur, það er bara gaman að vekja okkur með smá spennu. Gunni er að sækja hérna Andra. Gunni er að sækja Andra. Já, ég er á Gunna. Já, heldur við þig. Er þetta staður? Já. Þetta var heiðarlegt. Heiðarlegt fyrir hann. Þetta var eiginlega erfiðasti staðurinn í brautinni til þess að gera þetta. Fyrir utan pittin þá var þetta erfiðasti staður sem ég veit um hann. Haukur er hann að bæta í aftur, það er til að leiðri þessi mistök. Já, sko, Hills Bills. Ég myndi, ef að segja hilsarinn. Bergur, ertu búinn að fara út með hundin eða ekki? Þú farið ekkert viðurnefni með setun ef þú færir út með þennan hund. Vel gert þér á blóði ekki. Já, takk. Herðu, það er aftur vist ekki Hauk. Hauksari. Í 9 sekúndur. Hann var að setja, komin einhver smá þreyta, fatík í þetta. Ég ætla að kalla... Nei, veistu hvað? Hilmar fær ekki viðurnefni með setu af því að hann er með viðurnefni hérna Hilli.
Hann er búinn að ákveða sitt viðnefni. Þetta er mjög sterkt viðnefni sem hann er með. Bergur, þú ferð víst út með hundinn. Herru, má ég spyrja ykkur? Já. Ef að Haukur fer inn núna á þessum hring. Já. Þá eru 3 hringir eftir og það dugir í hard. Já. En það er spurning hvort hann getur tekið 1 hring í viðbót og tekið 2 medium. Já. Chat, hvað myndir þið gera? Já, hver ykkar strategía hérna? Já. Hver var þín strategía, Ívar? Já, þetta hefði náttúrulega alltaf bara spyrast eftir veðri, sko. Já. Ég held í þessu tilviki myndi ég pitta strax og taka ferskni í hörn. Að taka ferskni? Já, það er samt alveg nóg eftir að þessum hörðum til að taka 1 góða hring í viðbót. Já, hann þarf að taka, sko, hann þarf að pitta 15. hring eftir 15. hring, hann getur ekki pittað í lók þessa hrings. Já, ég er að segja það, klára þennan, klára næsta, hann ætti að hafa dekkin í það. Hann þarf að gera það. En síðan er spurning hvort þú fór að taka áhættun á þessu. Já, Jökull, hann er í einhverju vesinni, hann verður að fara inn núna. Jökull held ég ekki ná að klára heilan hring í viðbót. Hann verður að fara inn núna. Hann fer hann á hörð. Herri, chat er að elska Hauk. Ég er að fíla þetta. Bensinistrákar, maður pælir ekki snýður. Þeir eru alveg tómir hérna eftir þeir. Já. Hann verður að fara inn núna og Jóhann ekki líka. Það er búið að vera svo mikið í gangi hérna, maður næri ekkert að fylgjast með þessu. Það er komið 3 bíla keppni hérna, 5. og 7. 5. og 7. fer þangað. Gunnar, Andri, Agnar. Ég vil fá hérna. Ég vil fá nýjar spár í chatið. Hverjir halda með Hauk eða hverjir hata Hauk? Ég held að allir í chatinu haldi hérna með Hauk. Já, ég held að. Ég, persónulega, ég held með honum. Hann var gott með á mótunum, sko. Þetta er underdog saga ársins, sko. Já, þetta er nefnilega saga, sko. Þetta er ótrúlega vel gert. Kom sá og segraði. Núna er það svona jinx að það, sko, með líka. Já, nei, það er ekkert svona, sko. Við erum... Ef þið kommentið hjarta emojið eins og Svess vinur okkar, þá elskiði Hauk og haldið með honum. Það er Rúnar Karlsson, það er enda þetta grjótart. Já, það eru allir hérna Jói menn. En hann tók þessi keppni og tróði mig í klósettið. Hann gerði það sjálfur. Hann ætlaði að sína hvernig það á að gera þetta. Já. Bara medium á rigningunni. Herri, ég sé ekkert að maður rauð hjörtu inn í chatinu. Ég er að fíla þetta. Haukur þetta er underdog. Það elska þetta allir. Já, ég meina Haukur er dýrkaður og dáður hvað sem hann fer. Já. Það er svoleiðis. Haukur er dýrkaður og dáður hvað sem hann fer og það er líka hérna. Það halda allir með honum. Rakleiðis í bitinn. Það er hört eitthvað hann í restina. Já. Eða eins og þeir voru að kommenta þetta 2 medium. Já. Hann hefur nú alveg... Sko, ég ætla bara að koma þess á framfæri. Það er engin meiri Jói maður heldur en ég. En í þessari keppni, ég held með Hauk. Það er eiginlega farið fram úr. Óli farið fram úr. Herðu, já, hann var hring eftir á þessum, Óli verður að pitta aftur. Ég hef engar áhyggjur. Já, þú verður að gera það líka, sko. Já, en... Ég hef engar áhyggjur. Hann Haukur er hraðastur. Erum við að fara að heyra þetta hérna switcheroo eða? Já, milli Hauks og Jökuls. Jökull fyrir að medium.
Hann þarf að leggja allt undir. Hann ætlar að ná Óla undir lok þessa hring og pitta með hann. Já, það hlýtur að vera. Það er stórt. Sjá hvað hann er samt snöggur að taka niður tíma. Mér finnst skemmtilegt hvað Jói Egils og Haukur eru með mikinn stuðning í chatinu. Já, þetta er greinilega, þetta eru menninir. Þetta eru favorites. En þið eru samt ekki búin að kjósa Jóa Egils sem, eða Hauk sem aukumann tímabilsins. Ég ætla bara að segja það. Já, það er grund á þessu. Já. Bara út að Agnar Andri 15 og 17 þetta. Agnar Andri, fyrir á það. Gunnar eins og Haukur fyrir aftur á. Takk fyrir þetta. Við erum komið svona soundboard líka. Já, það er svo góður. Við erum að fylgja þetta með... Herru, býttu. Andri! Hvað hljóða þetta? Andri komið fram hjá Agnari. Var framlagastinn í braut, bara ellu eða? Já, bara þú veist, fair and square sko. Nei, Agnar undir bæða. Gefðu okkur eitt Hann slæðir af. Helgi, hann slæðir af. Nei, veistu hvað, ég held þið fáið ekki annað switcheroo í þetta. Við byggjum eitt switcheroo strákar. Ég held að sé búið að toppa framröksturinn þinn hérna, Ívar. Það hlýtur að vera. Mér sýnst það. Herra, hann er komin í 8 sekúndur. Jökull á móti Óla. Já, sko, ég held að Haukur verði ekki uppáhald manna á næsta þjóðbili. Hann er að fara að rústa þessu. Haukur gerði mistök. Nei. Hver? Haukur? Haukur. Nei, hann er 1-5 fyrir aftan, þetta voru ekki stór mistök. Ég biðst afsökunar á replayinu, takkana mínu virka ekki. Ég er að klikka á takkana, klikk, gerist ekki neitt. Hann er samt eitthvað dóttið úr rytma þannig að hann er að tapa hellingstíma. Já, hann er að falla. Það var að koma með skemmt og með skýti dekk. Já. Hann er komið skemmta framann. Oh boy. Haukur. Þessi keppni tekur á allstar, sko. Hvað er það að gera okkur þetta, Haukur? Damn. Það er fólk sem treysta á þig þetta. Fáum brotin hjörtu í chatið. Þetta er dramatískasta keppni sem hefur verið hingað til þetta, hjá okkur. Já, mér sýnst það. En öll vonur ekki úti, það nú eftir. Agnar er kominn tæpum 2 sekúndum fyrir á undan Gunnari. Þetta er flott að komið þar. Það er Haukur að tapa miklum tíma að vera með tjónabíl. Þetta er rosa tími sem að tapast. Hérna, ég er ekki alveg með það hvað það er á hring, þetta var svo langur hringur. Já. Þetta geta alveg verið 10 sekundur. Já, eflaust sko. Ó. Já, þú missir svo mikið niður tóa framann og... Já. Sér þú enda hraða líka. Sérstaklega á sko 7 mínúta hring þá er þetta bara virkilega dýrt. Sér að hérna Jóhann er búinn að græða heila sekund á bara á örfáum dögum. En hann gerir þetta nógu seint samt, sko. Það er einhver, maður getur séð eitthvað bjart í þessu. Steinun, ég er með stilt á hérna öll skilaboð. Þetta hefur farið fram með mér, hjá þér. Jú, ég sé þið hérna. Þetta hefur farið fram með mér.
Hive chat. Þetta lúkka vel fyrir Jóhanningar núna. Já. Jökull 7 í Óla. Já, hann bara að horfa á hann. Hins vegar lítur þetta mjög vel út fyrir Óla líka og Jökull. Já, þetta bara orðið fjara hæsta hlaup. Sko, núna, ef ég var Jökull, ég myndi pitta aftur, strax aftur Óla, af því að hann með miklu meira bensín. Já, taka framrónu það bara. Já. Þú búinn að senda mér skilabóð á Facebook, segja hann frá þessu. Ég fæði ekki að tröfla elsku bannu. Nei, það er nóg að gera í honum. Já, þetta hefði verið fyrsti sigur Hauks, en ekki örvænta, af því að hann getur ennþá náðið sinn fyrsta pódium. Já. Það er hárið. Maður sér að bara toppræðin hjá honum er enginn við hliðin á hinnum. Nei. Sjáum hérna, hérna þessi, hérna hinn. Æðar. Þetta er Jökull, hann hljóp, hann tekur auka hringja, já. Hann tekur auka hring. Hann er bara að gera það meira spennandi. Já. Haukur keyrir áfram. Haukur keyrir áfram, já. Með skemmt. Hafið þið með afsakað? Það virðist vera svo kalt inn í ísskáp hjá mér, ég verð að fara að rannsaka þetta. Já, hvað gefur með það? Þetta er bara Haukur, eiginlega bara búinn að kasta inn haglæðinu. Já, samt endi í 4. sæti eftir 2,5 ekstra er. Já. Hörkulegir stað, sko. Við erum ekki taka af honum, reyndar. Nei, þetta er ekki á. Það er í refsing á Jökull. Hálf sek. Hálf sekúnda. Andri, Agnar, Gunnar fara allir inn. Hann er að fara að taka hraðasta hringið á Gábot, hann Jökull. Já, hann hlýtur að klúðra því með refsingunni. Já. Það þarf samt ekki að vera, sko. Þú átt alveg... Þetta er því að hann tók, sko, 6.30 til það. Já. Þarna er 1,5 sekúnda sem er að vera. Já, sem að það var á þessu. Hann Hilmar sagði áðan að hraðasti hringur yrði á 9. hring og það er bara of seint núna. Það var sénsinn. Óli tók hraðasta hring á 9. hring. Á hvaða hring? Á 9. Hann Jökull grátbiður að taka þetta. Settu hraðasta hring. Þurfum ekki að hafa Hilmar hérna með spámann, sko. Hann hefur búinn að hafa rétt fyrir sér of oft, sko. Já, Hilmar hann er búinn að googla þetta. Já, alls. ChatGPT er búið að hjálpa honum svolítið mikið hérna. Svo Jökull er að bæta til með 2,3 ár. Já, hann er að setja hringinn. Smá slæti hérna. Það var svo kalt inn í ísskáp hjá mér að því að ég var með kalda inn í ísskáp og hann var farin að kæla niður ísskápinn sjálfan. Þannig ég tók hann bara út til að vera öruggur, sko. Getur við fengið hljóðdæmi á honum eða? Næst, kannski? Já, næst, það verður að vera næst, sko. Hilli from the future, eins og það kallar þér. Já. Ég verð að Hilli bara veit það mikið kappakstur. Hann þarf ekki að horfa á hann bara veit hvað gerist. Já, hann sér, já. Hann sér þetta strax. Já, hann er 2 skrefum undan okkur og hérna, þannig er það bara. Og við er hérna 2,7 eftir Hauk.
Jökull þarf að fara í pittin núna, næst. Og Jóhann Ingi búinn eða ekki? Nei, hann á medium, sorry, hann þarf að fara í pittin líka. Já, hann fyrir pittin að lokk. Já, Jökull verður að pitta núna. Haukur eitthvað vonast bara til þess að geta siglt þessu heim? Tæft? Nei, hann fyrir auðvitað bara mikið dekk núna undir lokin. Já. Fyrir ekki að ég var að auka eitthvað vonir. Óli hins vegar bara búinn að pitta hann til það. Nei! Hann búinn að klúðra þessu aftur. Hver? Það mista hann aðeins. Það er bara leið við segjum þetta. Hann að setja þrjusur ringan á Jökull hérna. 3 sekundir yfir tíma núna. Undir tíma sækja. 6:36, 2:34, það er nú... Ef Alex hefur rétt fyrir sér hérna. Já, Nei, hann fær ekki fastið slapp, hann þarf að fara inn í pittin. Ég þarf okkur... Já. Það er Hildi sem hefur rétt fyrir sér. Þá getur hann bæta hringina eftir. Hefði hann sagt hring 7, þá hefði hann orðið gullmembir í Club 7. Já. Það er alveg 100%. Sko, Jökull á eftir að pita, Jóhann á eftir að pita, Haukur þarf að pita, Óli, ég veit ekki, kannski nær Óli að klára þetta svona. Já, hann því alveg. Þannig að það eiga allir eftir að pita nema... Nei, Óli! Af hverju hann ekki bara inn á braut? Af hverju keyrir ekki bara milli hvítu línuna? Þetta er svo einfalt. Það flækir málið svo mikið að vera að fara svona út af. Já, ég meina að þú veist, þetta er pottitt hægar, sko. Hann í símanum meðan hann að keyra. Hann fyrir út af hérna allstaðar. Og Jökull var hann inn. Hann fyrir inn, já. Hvað gerir Jóhann? Chat, hvað gerir Jóhann? Jóhann fyrir inn. Það er alveg gefið. Já. Ég held að Jóhann og Haukur séu næstir inn. Það fara strax inn. Óli ætlaði samt að taka fram úr Hauk. Já, hann alltaf hann á hálfum hraða við hliðina á Óla. Já, Haukur alltaf með sína skemmt. Já, þetta verður spennandi. Hvað kemur Óli? Jökull út. Jökull kemur út á medium eða ekki? Jú. Hann Það var Jökull síðan sem bara komið með þetta kallið. Já, mér sýnst það. Það var þetta 9 sekundum fyrir aftan, á undan Óla. Þetta er rosalega með þessar svittingar sem við erum búin að vera. Þetta enda bara svona. Óli og Jökull. Já. Mér finnst það ótrúlegt að það hefði náð að bjarga sig í gegnum þessa rigningu. Mér er allt sem var í gangi í þessari rigningu á þessar hringjaðum, sko. Að menn skuli ná því að vera í fyrsta öðruhætti, sko. Já, það er rosalegt. Þetta segir eiginlega bara hvað menn eru góðir líka. Kannski mest að bara það núna að bara Jói Egil sem ekki Ingóls í 10. allandstöðinni. Ég fer yfir Jói með þarna 3 sek og 3 með penalty. Ég veit að enda svona, sérðu, Hilli er það með rétt að spá. Hann vissi sko að hann spáði sennilega fyrir þessu sviptingu líka, sko. Já, ég held að það sé ekki löglegt að gefa Hilmari velun fyrir þessa spá. Hann veit eitthvað sem við vitum ekki. Já, hann er með einhverju upplýsingar, sko.
Já, ég meina, hann veit hvernig þessi kapastur endar. Staðan í botbarðinu, já, hvernig það? Hver það bara, ef við förum í falli? Já, ég að fylgjast með honum, okkar manni Jóa Egils. Með 3 sekundur. Með 3 sekundur og hann 5 sekundur fyrir aftan, undan Maggan. Það enda spennandi. Já, það nefnilega spennandi. Fylgist þið með, vinir? Verið stilt. Sjáu þið? Herðu, Maggi verður að koma inn núna. Maggi verður að koma inn. Hefur það bensín fyrir hann að framrækstur? Já. Herðu, hann við skemmt, hann alveg að vera bensínlaus. Hann bensínlaus? Hann á gúmunni. Búið. Hann búinn. Hann tók framræksturinn og Ég verði þetta. Sjáum þetta. Fylgjumst með þessu. Hann tapar samt ekki rosa miklu á þessu. Þetta ótrúlegt hvað það takkir hann með ótrúlega. Herðu, Jói Egils kemur inn líka. Já. Hann með skemmt líka. Hann heldur þess að hann með miklu bara bensín. Ási, hann kemur. Vá hvað hann langt eftir á. Sinni keppni bara. Já, ég bara biðst afsökunar á þessum airtime sem að Ási búinn að vera að fá í kvöld. En hann ekki búinn að vinna sér inn fyrir hún. Herri, Davíð, flottur. Ég held að Davíð sé flottasti strákurinn í þessari deild. Hann flottastur. Hann flottur, mjög flottur, það rétt. Jói kemur út á medium, Maggi kemur út á medium. Dotti á hörðum. Hann klárar svona, já. Það híklega þess, ég ætla að lækka skrifborðið. Þetta hljómaði grjótart. Það hækkar aftur, svona. Svolítið flott. Veitu hvað, ertu með rafmagn í þessu eða? Býð þess? Já, ég með rafmagn í þessu. Þetta grjótart. Glænýtt, sko. Ég með gamla góða tjakkborðið, sko. Uss. Jesus. Herru, Gunnar Ágússon með skemmt framráttan. 7. sæti, því eftirsótta sæti. 7 sekundum fyrir aftan Agnar í 7. sæti. Sem 17 sekundum fyrir aftan Andra. Sem langt og eftir Hauk. Sem stutt og eftir Jóhanni. Sem stutt og eftir Óla. Sem langt og eftir Jökli. Erum við að tala að Jói hafi bara verið gulltryggjar í 7. sæti? Ég veit ekki, hvað segir Hann Haukur þurfti að vinna þetta. Hann Haukur þurfti að vinna þetta. Hvað segir Ívar, hvernig enda þetta? Sko. Já. Sko. Herru, það byrjaði að rigna þetta? Nei! Nei, herru, fyrir ekki, ég bara svitnað. Þessi var þetta góður. Þessi var góður. Herru, eigum við að leyfa að þetta síðasta keppni og allt svoleiðis. Eigum við að leyfa tjattinu að ákveða hverjir fá að koma í podcastið. Já, þá ákveða allt nema Jökull, hann verður að koma. Já, Jökull er staðfesturinn. Fáum atkvæði. Ef að ökumaður fær 3 atkvæði. Já, vilja fá okkur sérstakann. Þá honum boðinn. Já, þú stjórnar umræðinni, Hilli. Það svona aðeins svo mikið, sko. Það fá ekki raddir ýmsra manna að komast inn. Herri, Jökull er inni, Haukur með 1 atkvæði. Hreggviður að halda undir þetta?
Jói. Eitt atkvæði. Jói. Yes. Það eru 2 á Jóa. 2 á Jóa. Það eru 3 á Jóa. Hilmar. Herru, Jói er komin inn. Nei, það fara ekki allir í chatið, það allt of mikið. Að vera með 12 manns í chati. Nei, 14, 15 manns í chati, það bara mikið. Það kom að það heiðalegt sko frá Ívari, hvað segirðu? Sko? Já, sorry? Sko? Já? Gulli þarf nauðsynlega að ná Agnari til þess að halda fjórðasætinu. Vá. En Andri er að fara að stela því með þessa útkomu. Það er þannig, 4. sæti, þetta... Það er mikið þannig að menn vilja ná 4. sætinu. Herðu... Við rættum þetta fyrir keppni. Pódium er komið með atkvæði. Pódium er komið 2 atkvæði. Það er komið 3 og já, er það ekki bara klassískt? Pódium. Ég stið pódium, sko. Já, þú veist, ef við ætlum að hafa pódium þá er Jói því miður átt, sko. Já, hann er svektur örugglega maður. Það leit vel út í byrjun. Þetta leit vel út hjá hann í byrjun? Já, þetta er bara kvalifæði vel, sko. En bara með aðeins og stórar... Unni klessir á inn í leininni bit. Nei! Getur ekki replay, Jón? Nei, því miður, þú færði ekki replay. Það er bilað. Nei, þá er þetta bara nánast staðfæst. Doddi tekur sjöndasæti á honum. Hverjir falla? Og Dagur Adams líka. Hverjir falla? Sko. Það eru... Dagur Adams, Doddi og Maggi Ingums. Við hefum stöðun eins og nefnum. Já, bara þetta er eins og þetta var bara. Já. Það er nú samt að stutt á milli manna. Ingi er með 41 stig undir þessu lók, sko. Já. Ingi fær á DNS í þessari keppni, þannig að hann er með 42 stig. Já, það er rétt. Hann lendar með 42. Já. Það er rétt. Hverjir unnu opnu og fyrstu? Þetta er með 1 atkvæði, þetta er ekki nóg, Alex, því miður. Þú kemur inn í podcasti á næsta ári. Ekki örvænta. Það er ekkert sem alltaf að segja. Hann hefur eitthvað að segja. Það er Hann hefur eitthvað að greinilegt. segja. Rödd hans... Shit. Já, ég meina Club 7. Club 7 1 atkvæði. Ég vil fá það að skrá, takk. Herru. Sko, núna eru menn svolítið dreifðir. Þá er ég með annað fyrir chatið, 2 annað. Víst að Jón Baldursson er að minna mig á það. Fá Driver of the Day atkvæði og spurningar fyrir podcastið. Er eitthvað búinn að vera að halda utanum Driver of the Day atkvæðinu? Er ekki Haukur bara Driver of the Day? Chat. Mér finnst Haukur að vera mjög vel skilja, en síðan aftur móti er Jökull og Óli búin að... Já, ég meina Driver of the Day og Driver of the Season Glazierinn. Ég meina, hvað ætlaði að segja? Ætlaði að vera ósammála? Sko, því er comeback hjá Jökull og Óla eftir þessa rigninga baráttu hana. Já, ég meina að þú veist, ok, Driver of the Day Haukur, þetta er alveg fair, en hann kláraði ekki. Hann greip ekki tækifærið sem að honum var gefið. Þetta er alveg rétt sem að Arnar er að segja.
Jökull þarf ekki fleiri titla, en hann vill fleiri titla. Nei, það er rétt. Og hann bara tekur það, skilurðu. Já, Haukur driver the day. Herðu. Ég ekki viss að Óli var að klára keppnina á bensínu. Nei. Ég held þessi sammálaðir. Nefnum bara fuel-save eins og... Já, ég meina hann verður að fara yfir á sectiona í fuel-mappinu og hérna... Þetta verður allavega afskaplega þægt. Já, þetta verður það. Þetta er bara svipað og hann Maggi Ingólfsson með áðan, sko. Já, er það ekki? Jú, hann þarf eitt teikniði núna og þá var hann komin á guðuna, sko. Herðu. Þetta er rosalegt. Hann er bensínlaus! Nei, hann bjargar þessu. Hann lyfti, hann kóstar, hann kann þetta. Hann hefur gert þetta áður. Hann hefur gert þetta áður. Hann er bensínlaus þetta. Hann er bensínlaus. Herru, Jökull vinnur þessa keppni, Óli öðru, Jóhann Ingi þriðja. Því miður, gulldrengur okkar, elsku Haukur. Elsku Haukur. So close, yet so far. Brýtur í mér hjartað. En klárlega driver of the day. Hann er driver of the day, það er svoleiðis. Þá hérna fer ég hérna að bjóða mönnum inn í chat. Ég man aldrei hvor Jói þetta er sem ég er alltaf að bjóða hérna. En ég býð alltaf bara báðum. Það er Jóhann Ingi. Ég er búinn að bjóða báðum. En kannski áður og gerir það, þá myndi ég nú alveg skoða lokabarátuna hjá hennum Gunna og Davíð. Já. Fyrir við það. Góða kvöldið, herramenn. Góða kvöldið. Til hamingju Jökull, frábæra sigur, frábært comeback. Við erum að fylgjast með hérna Gunna. Gunni er að taka fram úr Davíð Adams á beinakamlanum. Hann er komin upp í 8. sæti. En hann er það vel... Ívar, hann Gunni verður bensínlaus. Ég get svarað bara þeir báðir, sko. Hann verður... Ég veit ekki hvað ég að segja. Þeir verða báðir bensínlausir. Á loka kaflanum, þetta er rosalegt. Gunnar er búinn. Gunnar er búinn. Davíð! Davíð! What? Hann er búinn! Davíð! Svo kemur hérna Davíð Adams klárar hérna í 8. sæti, Gunnar Ágústsson í 9. Jói Egils kemur hérna í 10. Nei, hann var bensínlaus í Gunni. Undir að stórmerki að gera svo að hann klárar ekki 10. Maggi Ingóls 11. Ási 12. Sorry, hérna vinir, til hamingju alltaf með sigurinn. Takk fyrir. Þetta var sigurinn, já. Já, og hérna, til hamingju með annarsætið. Þetta var rosalega keppni. Þetta var vel gert báðu tveir með hérna rosalegt comeback samt.
takk fyrir það. Ég bjóst ekki við því að geta enda í fyrsta. Haukur og Jóhann voru svo langt á undan maður. Ekki við heldur og ekki tjattið heldur. Já, Við vorum sko vissur það að Jóhann myndi ekki geta klára reysið að því hann hló svo mikið af ykkur. Það svoleiðis. Við vorum komnir í það. Já, þetta var rosalegt reys maður. Jesus. Þetta var mjög skemmtilegt. Já, þessi rigning kryddaði þessu upp í þessu. Heldur betur. Já, við fengum Ívar í tjattið víst að hann datt út. Úff. Já, þetta var... Þetta var rosalega keppni og leitt að Haukur Ingi komst ekki á pódium. Það voru allir í tjattinu sem héldu við honum. Hvernig leggst þessi keppni í ykkur? Þú veist, maður er alltaf spenntur fyrir fjallinu sko, en þetta var þegar að byrja að rigna og ég bara stenglend að spá í radarnum sko. Þú og Óli voru vantilega í þið Óli voru vantilega í mikið til baráttu þegar til að fara fram í pittinum og og Jói, Haukur og einhver pittuðu fyrir Inter. Já, við skildum ekki að ég skildi ekki lágkvæðu þegar við vorum að pitta og þið pittuðu ekki. Ég var ekki áttum á því, bara hvað að gerast, ákveður eru þeir að fara við þitt. Þetta var rosa skrítið að þeir skulle hafa verið að pitta, við vorum ekkert að spá í rigningunni, ekki neitt. Það var bara örfáum daginn setna, það bara bleika á málbygginu. Byrjaði líka að hella niður sko. Já, þetta leit ekki nógu vel út á tímabili. Þetta hristið fyrir þessu, þetta var skemmtilegt. Já, þetta var mjög gaman. Þetta er alltaf skemmtileg braut sko. Já. Ívar, varstu búinn að reikna út hverjir fallaði? Já, það er bara samstæða núna. Það er alltaf Ditt á Arams og Maggi. Þeir detta niður. Því miður, við munum sakna þeirra. Það er ekki rosalega sviptingar þannig sér sko. Ási heldur sína sæti þrátt fyrir þessa erfiði keppni, getum við nefnilega þannig. Sviftingar, sýnist Andri ná fjórðasætinu á Gunna. Já. Haukur stekkur upp fyrir mig. Upp í 8. sæti. Ok. Og Ingi rétt bjargar sér úr fallinu í 11. sæti. Það er rosalegt. Þrátt fyrir að ekki að tekið þátt í kvöld. Já, þetta er rosalegt. Við erum ekki með neina spurningar frá tjattinu fyrir ykkur reyndar. Þannig ég held að þetta verði mjög stutt podcast. Svona þegar út í það farið. Já, ég vona allavega að þetta hafi bara verið veisla að horfa á. Já, Nó dansaði maður nú. Já, ég meina, ég held að tjattið hafi verið mjög ánægt með þetta reysja okkur og þeir voru hæst ánægði með rigninguna. Já. Ég man eftir... Það var alltaf að vera vitlaust þarna. Ég man eftir einu kommentinu, þetta er gott TV. Nákvæmlega. Já, ég er að fá oft Sturla TV. Hvað fór Óli ofta að pissa? Það var nú bara einu sinni. Já, það var einu sinni. Já. Það var ekki verið, ég svitnaði svo mikið að ég fyrst ekkert að pissa hérna. Þetta var verulega sveitt. Já. Já, okkur líka sko. Við erum öskrandi allir útsendinguna. Hvað kom fyrir hvað þér, Ívar? Herri, það kom bara svona netspæk. Já, ok. Það kom ekki einu sinni, þú veist, ég laggaði ekki einu sinni, þetta var bara svona, kom bara dottir offline. Ok, það er spes. Við erum bara að tala að hlutabréf hringdur eru búin að hreinja hérna eftir þetta kvöld sko. Þessa útsendingu. Já. Nákvæmlega. Ég sem ánægður að þetta gerðist bara á fyrsta hring í staði fyrir, þú veist, undir lög. Það er að vera að byrja að berjast eitthvað og missa. Já,
Já, Ég var svo nýbúinn að taka fram úr haug, sko, þannig að ég tek fyrsta, framúraksturinn. Þannig að þetta er gott. Já, þetta var mjög skemmtilegt. En bara, fékk þetta góða boð frá Jóni að hoppa hérna í útsendingu og Já, skemmtilegt að fá þig og skemmtilegt að hafið ekki haft eitt betra að gera. Já, alveg. Þannig að þið eru búin að plana eitthvað annað. Var þetta þú svona það? Nei, það fyrir hífulega bara til 7. sæti, sko. Já, þetta var nefnilega, hann sagði mér fyrir keppnina að það væri mikil barátta hið mikilvæga 7. sæti. Og þið vitið þetta ekki, en sko helsta baráttan yfir tímabilið er 7. sætið. Kemur í ljós. Já. Ok. Það var allt að gerast þar, sko. Það var allt að gerast þarna. Já, það var bara eitt stig milli mín og Jóa, sko, hann að... Já, þetta var... Og síðan dast þú út og þetta var bara... Já, en það var mjög skemmtilegt að hafa þig í útsendingunni. Já, það er ekki, það er gaman. Þannig að það var... Þetta hefðast vel hjá okkur. Ég var með tölfræðurni. Já, þetta var yfirmaður radarsmála og tölfræðimála. Spurningóli... Ekki Jón Inga í chatið það? Byrju, var hann ekki að það? Erstu hérna, Jón? Hann er bara slakur. Það er greinilega. En já, þú varst að spyrja mig, Reggi, hvað segir þú? Já, fyrir ég ætlar að kenna mönnum, ætlar að vera með námskeið hvernig það var að klára bensínu á réttum tíma. Ég kláraði það á snemma, sko. Já, þeir voru sumir sem kláraði þess fyrir, sko. Já, þetta var... Ég setti 0,1 eða 0,2 yfir. Ég gerði það líka, sko. Ég kláraði það. Já, það? Já, ok. Skipta fyrir Óli. Svo var þetta... Það skipta nokkuð snemma, sko. Ég veit ekki hvað það gerðist. Ég var nefnilega bara ekkert að spá í bensínunni. Ég var bara í hvínandi botni allt reysi, sko. Já, það? Já. Já. Það er betra fyrir okkur, það er betra TV. Já. Það var ekki Akki sem fór inn í... Nei, Gunni sem fór að inn bara, hann var bensinlaus inn í pittinum hann að... Já, hann var alveg búinn. Hann hefði að gera það. Já, Gunni misti sætið hann bara á yfir línuna. Já. Já. Já, ég sá það akkurat í útsendingunni. Það var aðeins að eftir á hann. Það var leiðilegt. Það var ekki alveg nógu gott, en skemmtir er bara þetta engu að síður. Góða fyrir hinn. Fyrir Davíð, já. Já, Davíð, já. Davíð er svo flottur, hann elskar þetta. Davíð er sigur, sko. Já, hann er ótrúlega sigur. Er það ótrúlega með svona reis hvað þetta var svona close þrátt fyrir svona miklar sviftingar maður. Hvað sögum, sko. Já. Og líka bara með við... sko, á tímabili. Já, þegar ég bara verið að reikna, ég þarf að taka þetta bara gríði og ég var alltaf bara, og alltaf á beinakaflunum á hverjum einasta beinakaflunum byrjaði ég að, telja á puttunum hérna. Ég skemmti þetta fyrir mér þarna eftir rigninguna, þegar þú varst þarna eftir mér á medium. Ég ætlaði að fara einn í viðbót á medium, en ég fór út á utan í vegginn og fekk skemmt, þannig ég að taka hard í lokin. Ég ætlaði að fara einn í viðbót á medium og taka svo oft medium og svo hard. Já, ég sá að þú varst að kæla dekkin hana á svona wet patches. Já, alveg rétt maður. Við tókum eftir því líka. Já, við tókum eftir því þú fórst út af. Já, flott, stórkostleg kæling. Svo er líka þegar ég akkurat var komin hana, já, hvað í hröðu vinstri bein hana eftir hérna fyrsta beinakaflan. Já. Já, þetta akkurat fer ég aðeins og vítt og bara næ ekki að bremsa og bara læsi og fyrir, beint í vegg. Þetta var náttúrulega bara eins að horfa á nokkra banda hlaupandum brautina hérna á tímabili. Þetta var alveg dásalegt, sko. Já. Man náði ekki að telja hringina sem við fórum í, sko. Nei. Þetta var útrúlega skemmtilegt raun. Mér finnst það smakkast að þrátt fyrir þessa rigningu, þau voru bara 6 mínútur lengur en áhallan tíma, sko. Já, það komur óvart, sko. Já.
Já, hún var líka... Hún var ekki lengi? Nei, það var 1 hringur fyrir mig. Ég fór þetta full snemma á medium en... Jói Egilsson, hann var með stærri hræðjar, segi ég. Fór hann bara að vinna? Já, hann fór á medium-dekk þegar það var ennþá rigning. Já. Fór hann ekki, hann fór á medium-dekk þegar þið voru allir að skipta yfir intermediate, sko. Já, ég sá hann, ég tók snemma fram úr húnum akkurat á byrning, sko. Þetta hafa verið mistök hjá honum. Nei, þetta var bara hræðja. Það var sko að þegar rigningin var að verða búinn og það var alveg að myndast þurr lína þarna hjá okkur aftast, sko. Já, það var það. Ég var að vinna upp alveg helling á Jökul, hann fór 1 aukaring á intermediates. Ég var löngu búinn að bæta meirihlutan af því upp hann í lokin af því stinti, sko. En síðan var alveg bara grænandi rigning hann á norðarlegu bröðinu, sko. Já, og svo var líka rosalega lengi að þarna í kantónum maður. Já, þú veist, það var bara ennþá á... Bara 17. hring var þetta í kantónum, sko. Það var það, sko. Það er 16. hring, það var ekki fyrir 17. sem maður gæti farið að nota kantana aftur, sko. Já. En þetta var gott reis, ég var ánægður með þetta. Það var mjög skemmtilegt reis. Skemmtilegt að horfa á þetta hérfrá, sko. Hann lagði upp með það. Þetta var mjög gott. Þessi braut grannlega, þessi keppni líkar ekki við mig. Ég elska þessa braut en þetta er í annað skipti sem ég lendi í rigningu á slikum. Já, þú sagði mér frá þessu síðast. Bara stuttu bara rétt komið við pittin þegar það byrjaði að rigna. Já, rigningin kemur á mappið, sko. Það var eiginlega aftur núna, sant? Já, nú samt tekkaði ég ekki einu svona á því, sko. Nei. Það var svo upptekinn öðru. Nei, þú hefur alltaf verið bara með radaran á jökli, sko. Já. Ég sá ekki að vera svona þungský eða neitt. Nei, nefnilega ekki, sko. Svo bara allt í henni byrja að heyra bara í drópunum. Ég bara, byrjaði rigningin, sko. Ég veit bara, mér fannst ekki vera neina líkar á rigninga. Það var ekkert sérstaklega þungskýða, sko. Nei, nefnilega ekki, sko. Nei, bara, þú veist, samkvæmt radarnum þá bara komum bara allt í einu. Já, það byrstist bara... Þetta gerir þetta svo gaman maður. Já, þetta viljum við. Algjörlega. En þetta var ásættileg keppni, ég er ánægður með hvernig þetta virkaði. Ekki? Það gefur fyrstu hringina hægar næst. Þá fær maður að sjá rigningana áður en maður fer fram í peitinum. Já. Það byrja hægar. Staðið setja þetta. Herri, jæja, ekki komið á gott að þessu. Við tökum fyrir kvöld og til hamingju aftur með sigurinn og annarsætið og þriðarsætið. Og titilinn. Og bara takk hérlega fyrir tímabilið, strákar mínir. Og titilinn að sjálfsögðu. Takk fyrir að koma með okkur í þetta, Ívar. Já, sjálfsagt og þetta var bara gaman að vera með. Við þá tökum fyrir okkur og kveðjum í bili.